Góða kvöldið, kæru áhorfendur og velkomin enn aftur í Kia-deildina. Ég heiti Ásgeir og með mér eins og alltaf er hún Mist. Hvað segir gott í kvöld? Ég segi bara allt í fína. Yes. Það er mjög spennandi leikir í kvöld. Við erum að stríma 3 leiki. Já, einmitt. Þetta er að fara að vera sem sagt seinustu leikinni spilaðir í sem sagt svona groups. Þar sem öll liðin er að spila á móti hverjum einum einu sinni og næsta útsending verður bara í þá playoffs, þar sem það er úrsláttarkeppni. En ef við kíkjum kannski aðeins yfir bara stöðutöfluna, áður en við förum yfir liðin sem við erum að fara að sjá í kvöld, þá sjáum við hérna alveg, já, nokkur lið sem standa svolítið út. Nákvæmlega. Og einmitt, Whiskey er í fyrsta seti með 10 wins og 0 losses. Já. Og einmitt beint eftir það er Dusty. 9 wins og 1 loss og þar með fyrsti leikurinn okkar í kvöld er Whiskey móti Dusty. Nákvæmlega. En annarkvort er við að fara að sjá Whiskey tapa í fyrsta skipti eða halda sitt strík. Og ég held að þeir eru líka að fara að keppa móti Fenrir, svo þessi fyrstu 3 sæti geta svolítið verið að skiptast á, já. En í neðri kantinum á sem sagt topp 8 liðunum sem komast áfram í playoffs, þá eru svona 3 lið sem hafa sjens á að komast hérna áfram. Og það er ERM, Grísirnir og Inappropriate Incorporated. Hvernig heldur að þetta mun líta út eftir þetta kvöld? Guð, ég bara veit það ekki. Ég var svolítið erfið að segja það. Ég held að mun eitthvað gerast í fyrstu 3 sætin. Já. Ég held að mun eitthvað aðeins breytast til. En ég er svona eiginlega spennt að sjá hvort að ERM, Grísirnir og Inappropriate ná komast áfram. Já. Af því þú þarft að vera í topp 8 lið til þess að komast áfram í playoffs eða group stageið. Þannig að þau verða bara að gera sitt besta og síðasti leikur kvöldsins er ERM á móti Grísirnir. Já. Þannig kannski verður það bara ein af þeim svona game ef þú vinnur þann leik þá kemstu áfram í playoffs. Við finnum bara út af því. Það er alltaf fyrir svolítið eftir hvernig þeir ganga í fyrir leikjum. Já, þetta fer mjög mikið eftir. ERM þarf í raun að vinna hérna á eftir. Ég held að þeir eru á móti Jötun. Og það er að fara að vera svolítið aðaleikunum þeirra sem er þá klukkan 8 en ekki streymdur. Nei. En þetta er svolítið á línunni hérna hjá þeim. Sérstaklega líka hjá Inappropriate Inc. Þeir þurfa held ég að vinna alla leikina sína. Og What About Me þarf að tapa einhverjum leikjum. Svo þetta er erfitt en þetta er eitthvað sem þeir þurfa að reyna að gera núna til að komast áfram. Já, nákvæmlega. En við erum búin að tala smá hvaða leikir eru í kvöld. Búin að gefa smá hint. Já, en eigum við ekki bara að fara yfir hérna? Já, förum bara svona fulli og skýrt yfir það. Já, það er að fara að vera þá fyrsti leikur Whiskey á móti Dusty. Já. Mjög spennandi leikur. Já. Svo beint á eftir það, klukkan svona cirka 8, þá er Cabo móti What About Me. Líka mjög skemmtilega leikur. Ég held að þetta eru bæði lið sem eru búin að vera svolítið svona, minnst þetta að vera svolítið wildcard. Já. Cabo unnu Dusty, What About Me hefur verið að tapa og vinna og mjög svona random liðum eitthvað veginn. Já. En ég veit ekki alveg hvað er að fara að gerast. Nei. Svo þriði leikurinn er ERM á móti Grísirnir, eins og við sögðum. Þannig það er Við munum örgulega fylgjast með sjá hvernig staðan er á ERM og Grísirnir varðandi fyrst og annan leik. Sjá hvort þetta sé leikur upp á 8. setið. Nákvæmlega. Það verður spennandi að sjá en kannski við förum létt yfir þá hverjir að spila fyrir Dusty og Whiskey. Já. Byrjum bara á Whiskey. Við erum með top lane Bönadose, Jungle er hann Cat Maniac, mid lane Sigyn við 2, bot lane er hann IN og svo support er Mjauki. Þetta er smá breyting. Já, Mjauki hefur þá verið aðalega bot lane eða aðallin hérna fyrir Whiskey. Mér sýnist Necrophages sem hefur verið að keppa með Whiskey sem support er ekki í dag, heldur er IN og hann er aðalega í DC-main, þannig að þeir skiptast á. Já, svo þetta er svona, við vitum hvernig Whiskey eru búin að vera að
standa sér og spila en Nákvæmlega, þetta liðið sem búið að vera að vinna þessa leiki einmitt Bönundós, Katmini gegn Sigyn við 2 Mjauki og Necrophages að spurning hvort að bæta ægjan inn sé að fara að hjálpa eða sé að fara að breyta einhverju miklu. Já, ég hugsa að þetta að fara að vera eitt af erfiðari leikjunum þeirra og þeir hljóta að vera að hugsa eitthvað að þurfa að fá ægjanina inn til að gera einhverja breytingar, kannski óvissir hvernig þetta myndi fara með original line-upinu, en þetta verður áhugavert að sjá hvernig ægin og Mjauki fara að spila saman hérna í botnagreininni. Já, nákvæmlega. En ef við hoppum bara hérna yfir á Dusty, við erum með top lane það Temptation, jungle Legions, mid lane hann Seifur, bot lane Dofri og support Toys. Þetta nú liðið sem við sáum bara í fyrstu vikunni. Já. Þannig að það hefur ekkert mikið breyst. Nei, þetta er búið að vera svolítið bara, sama. Það er langt síðan við höfum séð Dusty spila. Við vitum samt að þeir eru búin að vinna nánast alla leikina sína fyrir utan eitt, á móti Capoinn mitt sem þeir töpuðu. Og við erum að fara líklegast að sjá bara frekar góðan leik frá þessum spilurum. Ég held að skiptir mestu máli draft skiptir rosalega miklu máli núna í þessum leik. Já. Að þetta eru bæði mjög góðu lið, kunna spila saman. Þetta svolítið bara hver hefur svona í rauninni draft advantageið. Já, en talandi draft eða hetjuval, við ætlum bara að hoppa núna sem fyrst inn í það. Við sjáum hérna fyrir framöngið Whiskey eru Blueside Dusty hérna með þá þetta last pick sem getur verið svo mikilvægt. Ok, J-Span kemur inn hérna strax frá Whiskey, það bara mjög skiljanlegt, þetta bara beint bann á hérna Safe. Já. Hann búinn að vera að spila mjög mikið hérna Jace mid. Þetta þægilegt pick hjá honum Safe sem hefur verið svona topplane líka mjög lengi og þetta eitt af svona sterku völunum sem maður getur tekið. Jinx, mjög skiljanlegt bann. Þegar ég var að skoða það sem Ægjan spilar, númer 1 Jinx, svona alveg 70% af leikjum eða eitthvað rugl mikið af Jinx. Þannig mjög skiljanlegt bann. Kale-bann á Temptation. Já, þetta bara svona, að taka út sterkan hypercarry svona setna í leiknum topp. Dusty svolítið ef þeir fara í seinni part leiks þá þeir svolítið að fara að taka yfir honum alveg og það ekki þægilegt að vera á móti Kale þá. Nei, alls ekki. En við erum líka og þetta gæti orðið svolítið langur leikur. Ég alveg með við kannski 30 mínútur. Kiana-bannið, þetta á hann Sigyn við 2 af því hann spilar Assassins. Já. Og hefur reyndar mestmennis verið að spila Control Mages en hann mjög góður á Kiana þannig ég skilja mjög vel að Dusty sé að banna það út. Þetta hefur verið bann á móti Whiskey held ég bara í öllum leikunum. Það ekki? Það nennir eiginlega enginn að spila á móti Kiana sérstaklega af því það eru svo fáir sem kunna að spila á móti Kiana. Þetta erfitt, svolítið að hlaupa allt kortið og bara leiðinlegt að vera á móti sérstaklega setna meir. Já, Six-bann, það að öllum líktum á hann Dofra að því mér minnir að í leiknum sem við horfum með ég man ekki þá Dusty á móti Cool Beans team, það var þá voru þið Pekarell og Six-bot lane. Já, og stóðu sér freka vel á þessum Six. Það nennir enginn að spila á móti Six. Akali-bann líka á hann Sigyn við 2, annað Assassin-bann. Þau vilja bara hann sé fastur á þessi Control Mages apparently. Það þarf að pikka upp þriðja Assassinin og þá getur hann kannski sýnt eitthvað á rof Seiðkarla. Nákvæmlega. En fyrsta pikkið þetta mikilvægt. Hvað eru þeir að fara að taka hérna? Wukong. Já. Classic pick en það var nerft. Já, það er komið í gegn eða ekki? Það er komið í gegn, ætti að vera komið í gegn, erum núna á miðvikudegi. Ég held að hafa tekið 2 sekundur af 2 finans í level 1. Það getur verið svolítið svona, ég veit ekki hversu mikilvægt það að vera með
það nú þegar svolítið langt. Þetta gerir það svolítið bara að þetta að fara að vera on cooldown. Ekki game changing. Jarvan pickina, við erum komið með bæði jungle picksina. Já. Þetta eins og við erum svolítið búin að segja, Jarvan pickur bann og Wukong smávegis líka. Já, þetta eru þessi tveir frumskóðamenn sem við sjáum eiginlega bara alltaf. Þeir eru búin að vera svo oft á skjánum hérna hjá okkur. Mjög oft, þannig ég ekki hissa. Þetta samt, ekki... Sjáum Jhin hérna. Já. Jhin, sko það mjög sniðið þetta early picka ADC, en minnst skemmt þetta early picka Jhin. Já. Af öllum ADCs, af því hann ekki mjög versatile finnst mér í öllum comps. Nei, ég hugsa... Sérstaklega þú ert að pikka svolítið mikið tank og hérna kemur Rumble pickið fyrir hann Baunadós. Við erum ekki búin að sjá hann fá að pikka Rumble og þetta náttúrulega bara númer 1 karakter sjá honum. Þetta held ég að það búið að taka hérna Jinx, Kiana og Kali og það ekkert banna handa Rumble núna. Nei. En að blindan svona í toppakrenni, það getur valdið svolítið vesinni ef Temptation með eitthvað klikka counter hérna. Kajsa, þetta Kajsa pick fyrir hann Ægjan, minnst mjög líklegt að Whiskey sé að fara að pikka eitthvað eins og Nautilus með þessu. Þannig að spurning hvort við fáum að sjá annarkvort toplane pickina núna strax að því eitthvað til að countera Rumble. Við vitum að Dusty eitthvað, ég reyndar þekki ekki nógu vel hvað gott á móti Rumble, minnst að vera hann svo oppressive. Já, ég verð að satt segja að ég hef ekki hugmynd. Kennen reyndar skemmtilegt pick. Já, Kennen að fara að ná að allavega leggja hann smá í einelti. Já, ég var að skoða kartana sem ég veit að Temptation spilar og ég svona, Renekton, nei, ég vilti ekki picka Renekton inn í Rumble. Þessi svona in-your-face karakterar. Já, ég held að Kennen, ef þú spilar Kennen vel, þá þetta bara svo gott. Það verið að targetbanna Sigga hérna. Siggi fær ekki að taka neitt. Þetta annars svona... Það í bannið hérna. Hann verður fastur á bara Lissandru eða eitthvað, ég held. En hérna... Já, þau vil að taka út hérna Ori á móti, vil ég ekki lenda í einhverju meira svona, hvað segir maður, teamfighting eða svona liðsbardaga. Kennen Oriolt reyndar, það mjög gott bann, ég verð að vera sammála því. En hérna... Það hérna Jarvan líka til að hjálpa til, svo þeir eru kannski svolítið að hérna að koma í vekk fyrir það. Að fara að koma support-bannina eða bara annað bann á A-listar-bann, ok? Já, þá hafa hérna Nautilus opinn, kannski það með eitthvað svar við því. Dusty með seinasta val í þessu heitívali. Hvað taka hérna út á móti? Ég að gíska eitthvað support eða bara eitthvað mid-lane counter. Ég held að Siggi sé komið með eitthvað hugmynd hvað hann vill pikka og einmitt, þú veist. Galio, já. Galio? Hvað gæti hann verið að taka það sem hann að banna Galio? Sylas? Hann alveg hefur pikkað Sylas áður. Ég samt... Þessi Sylas leikur sem hann tók daginn hérna... Hann var ekki svo besti. Hann var ekki svo besti, þótt að hann var eitthvað aðeins að halda við. Gæti verið að reyna að sína okkur eitthvað betra því að þetta eru fín últ hérna, sérstaklega með Kennen, en þetta að fara að vera Ryze. Ryze? Það nú ekki ofta sem ég sé Ryze. Alveg mjög sjaldan. Þetta eitthvað sem Seifur hefur spilað alveg gegnum tíðina, sko. Það alveg satt. Og hann að fara að vera svolítið sterkur á Ryze, sérstaklega og kannt að spila þessa svona gamaldags svona pro-picks eins og Ryze og Kennen, þá eru þeir svo hættulegir. Já. En þetta bara núna aðstoðamaðurinn. Þetta Morgana mid. Þetta Morgana mid? Ég calling it now, þetta Morgana mid. Morgana mid, taka út hérna... Að því Ryze, ég held að hann getur ekki spila á Morgana mid. Morgana náttúrulega með spell shield og hún með mjög fínt wave clear, komið með kannski Liandry's first eða hérna... hvað heitir itemið sem allir að peka núna? Blackfire Torch. Já, þetta virkar það. Og Braum support. Þetta skemmtilegt, alveg mjög gott Morgana pick hérna, sérstaklega með öllu þessu hérna svona CC Engage getur hjálpa mér þess að Kajsa seinna mér sko með þessum spellshield. Ég að spá hvort að það þarf náttúrulega að pikka eitthvað á móti, eitthvað gott á móti Braum Kajsa botleinið og líka eitthvað sem gæti stoppað Wukong, þú veist, engageið
Þetta svolítið erfitt. Nico. Ég fíla það. Nico Ísup og þetta hérna skemmtilegt liðval hérna hjá Dusty og Viski. Þetta að vera spennandi leikur. Já, ég fíla Nico pickið. Þetta Nico, þetta karakter sem veldur svo mikið pressure í leiknum. Já. Út af bara passifinu hennar. Þannig Siggi þarf alltaf að passa sér mid-lane, oh my god, ok, tell you minions, passa upp á það og fer svolítið inn í hausinn á þér já, og með teamfight, þetta fer, þú veist, þetta, ég held að Hóis sé bara mjög fín Nico, ég hef samt ekki síðan spila mikið Nico, þannig en þú veist, það eru sem ákveðin taktar sem maður bara þekkir. Hann svo klár, sko, hann alveg mjög uppið hana, sko, hann að fara að spila svolítið, held ég, mind games hérna. Já. Á móti Viski hérna. Svo þetta samt svolítið svona risa svona liðsbarda lið hérna, það sem svolítið 5-5 líklegast. Það sem Rise hefur samt alveg getur farið hérna í hliðrakrein og svona seinna meir til að vera bara með einhverja pressu. Já. En þetta svolítið að líta út eins og já, þetta að líta smá út eins og allavega skemmtilegt. Já. Við líklegast með einhverja tæknilega örvuleika, sýnist mér. Já, spurningum fyrir að við tökum bara einhverja pingupásu áður en við mögulega hoppum inn í leikinn. Já. Og reynum að græða þess að tæknilega örvuleika. Svo við komum við smá. Komum bara eftir pingupons. Já.
Jæja, þá við með mjög leiðinlegt vesen núna með League of Legends klientin þar sem þeir vilja ekki opna leikinn. Já, það er einhverju erfiðleikar með því að leyfa okkur einu svona horfanaleik. Þannig við erum að skoða hvað við getum gert annað, hvort við náum eitthvað inn að komast inn eða hvort við þurfum bara að streama annan leik. Já. Því miður, en... Það er svo leiðilegt þegar eitthvað svona gerist, ekki alveg neitt sem við getum gert. Nei, þetta er eiginlega bara Riot Games. Bara smá League client shenanigans eins og við þekkjum flest öll. Já. En já, það er bara smá svoleiðis. En tölum bara kannski smá predictions. Já. Þú veist, hvernig heldurðu að Dusty Whiskey leikurinn myndi fara? Sko, ég er svolítið lindur að þetta er að fara að vera Dusty sem vinna hérna. Whiskey hefur unnið alla leikina sína, en þeir eru ekki búin að vinna Fenrir og Dusty sem eru svolítið á toppnum. Einmitt, þau teknilega séð eru ekki búin að tapa á móti Fenrir alveg strax, þau kepptu á móti þeim á showmatch þar sem þau töpuðu. En þau eru að keppa á móti Fenrir í hérna klukkan 9, eða ekki? Jú, ég held þetta seinasti leikurinn. En hérna, ég nefnilega held að Dusty á aðeins meiri sjans í þessum leik. Já. Ég held að vera svolítið awkward fyrir botlinnið að breytast þar sem Ian er núna ADC og Miyagi er núna support þar sem við höfum eiginlega alltaf séð Miyagi spila ADC. Já, þetta er smá breyting. Já, svolítið mikið breyting. Ég held líka Siggi er svo sem ekki búin að vera að spila mikið af þú veist svona solo carry midliners, eins og maður segir, hefur líka aldrei fengið mikið chance til þess að solo carrya. Nei. Og svo núna er þið búin að banna hann út og þá er hann fastur á bara Morgana. Þannig að þetta er smá svona, þannig þetta er í rauninni getur botlinnið sem er ekki búin að spila eitthvað super mikið saman. Ná þeir að komast áfram á móti hvað botlinni á þeim. Nico Jin sem getur verið mjög aggressive early game botlane, því Nico er með fáránlegt Q-damage og E-damage early game. Það líka endir svo lengi þetta snare frá Nico. Jésús, ef hún er empowered snare, þar að segja ef hún er að hitta á minion og svo, þá er þetta líka bara með Jin að ná tvöldafinn eftir á. Einmitt, bara reyna í 5 sekundur. Nákvæmlega. Þannig, ég held að early game verður svolítið aggressive og einmitt Kai'Sa Braum, ég held að Braum straglar alveg á móti eitthvað eins og Nico. Já, ég held að með svona Kai'Sa líka. Já. Að því ef Nico er alltaf nálægt Jin og Kai'Sa vil hoppa inn
hana kemur Nico Olti og þú ert komin upp í loftið og svo ertu döð. Þannig að þetta svona, ég fíla Nico support ekki mjög mikið, þetta var mjög gott drafting hérna hjá Dusty og í rauninni líka bara hjá Whiskey minnst sniðið þetta þeir tóka Rumble super snemma. Já, taka það bara strax. Dusty svaraði með svona counterpicki inn í það. Þau voru svo sem svolítið búist við því en ég held líka að Baunados sé búin að spila það mikið Rumble og veit hérna hefur bara, þú veist, þekkir öll þessi countermatchups og eitthvað, ég held það ætti ekki vera neitt mikið mál. En að því já, ég er svona að reyna að ímynda mér hver gæti verið þessi hypercarry í þessum leik. Já, og það er enginn sem svona stendur út hjá Whiskey ef við erum að hugsa svona allar möguleika. Það er, þú veist, Morgana getur ekki beint 1v9-að. Nei. Wukong getur ekki beint 1v9-að. Já. Kai'Sa, getur smávegis. En við ætlum að sýna annan leik því miður er Dusty Whiskey ekki að fara að vera sýnt í kvöld út af þessum skemmtilegu League of Legends client örfuleikum en við ætlum að sjá Capo á móti ATD fáum þá að sjá Capo tvisvar í kvöld en þetta er að fara að vera skemmtileg lið samt sem við sjáum ATD held ég núna í 4. sæti já og eru búin að vera að standa sér frekar vel eftir að MIQ kom inn og hérna hann hefur verið bara eiginlega star player þannig ég er bara spennt að sjá hvernig þessi leikur hefur farið. Svo þau eru með aðeins öðruvísi line-up núna. Við erum að fara smá seint inn í leikinn. Já. Hjá ATD eins og við sjáum við erum 7 mínútur in game. Og 6-4 strax fyrir hérna ATD og við erum með MQ á hérna Twitch. Hann er alltaf að spila hérna Twitch. Ég hefði haldið að það væri svolítið contested pick hérna í þessu hitjuvali hjá þeim þar sem Capo líka spila svolítið á Twitch. Nákvæmlega, Twitch er einnig oftar pekkaður sem hérna midlaner hjá Capo. Já. Var pekkaður einmitt midlane hjá hérna Capo móti Dusty og Twitch var mjög fett í þeim leik. En mjög áhugavert samt að ekki banna Twitch þar sem MQ hefur verið hefur gengið alltaf mjög vel á Twitch. Við erum hérna að sjá svona nokkur svona counterbicks. Ég haldi þessi Ambessa hérna í midlane til dæmis, eða mid-agrein, er svolítið svona, maður sér þetta ekki of oft. Nei, wow, ég var ekki eins og búin að taka eftir. Ég hætti myndi óttin er myndi á Ambessa mid á móti Yasuo. Það hlýtur að vera einhvers konar hérna counterpick. En við erum svo aftur á móti með Sinsa og Diana í junglinu. Já, og þeir eru að byrja á möðkunum hérna og sýnist mér þeir hljóta að ná þessu vanalega þegar það er verið að taka maðkana þá er svona alltaf eitt sem fyrir til hins liðsins en við erum ekki að sjá það núna. Nei, ekki beint. En einmitt, Capo eru komið með Void Grubs og ég bara spá svolítið, Ambessa er komið með 2 kills sem er mjög interesting. Ég samt gerir á fyrir að Ambessa sé bara frekar gott counter inn í Yasuo og ég er svo sem ég þekki ekki þessi top lane matchups eins vel að þetta er basically top lane matchup þótt við séum á mid lane. Já, við erum með 2 top lane matchups en skemmtilegt hérna. Darius náttúrulega er mjög fín inn í gubbafittisina á Sionunum, sérstaklega sko þegar hann er komið með það er mörktretts, og ferði í raun mörktretts á til að bara koma svolítið upp að það. Já, er Ambessa að fara oft eitthvað eins og Eclipse? Menn ég ekki sjá það oft nema ég sé bara completely aðbyggla. Jú, ég held að í svona meira skaða damage þá er það, en hérna er MIQ náður, hérna kemur risastórt frá hauslausu, er að taka hérna Serafinu eftir mjög hættulegt hérna á Capo. Við erum að horfa hérna í top lane. Sko, þetta er mjög lágur spurning hvort að hauslausina er að kjúa. Hauslausina nær rétt svo ekki, MIQ nær tvöldaf og á vaskutt og er tekið niður hérna. MIQ er mynd aftur AP Twitch og er strax komið 3 kills, mjög góð byrjun fyrir hennan ADC player. Já, ég held ég að bulla hérna með þessa mörktretts og Darius, ég held að það var inn í Gragas.
vildi bara rétta þennan af strax. En jú, þetta risalega stór gullmunur núna byrjar að myndast hérna svolítið snemma fyrir ATD. Já, það einmitt alveg rétt hjá þér Eclipse er alveg oft tekið. Ég veit ekki of hverju, ég hef oft séð eitthvað annað. Kannski ég bara... Þú getur farið í aðeins meira svona skriðdreka bild en þetta hérna er svona, ef þú ætlar að fara í svona assassin nánast. Einmitt, og svo fer maður Spear of Sojin í númer 2. Það er mjög þærlega sérstaklega en að Yasuo er að fara svolítið að snakka. Er Tower Diver komin inn? Gadget er hérna sann mættur, er að fara að vera eitthvað. Eru með hérna Diana Yasuo komboið, vel þekkt fyrir bara flott teamfight. Nákvæmlega, það var mjög intentional. Ég var að fara að segja hvernig Diana finnst mér vera oftar pick núna í jungle en áður. Já, Cosmo svolítið tími sem hún var ekki að vera... Og fyrir svolítið svona upp og niður, annarkvort eru allir að spila Diana jungle eða enginn. Þetta er bara unheard of. Sky fyrir að reyna að ná réttum í dótinu hérna, kemst hann bara léttilega í burtu nema Novi. Blitzcrank Q-ið, svolítið langt í burtu, en það er allt í lagi. Og það er mynd mábenda á að hérna Kaboli er hans öðruvísi en það sem við sáum síðast. Við erum mynd með Novite núna inn í hérna support í staðin fyrir karlmaður. Já, karlmaður ekki lengur spila hérna. Við erum að sjá Novite hérna á Blitzcrank sem er mér mjög skemmtilegt val hérna. Ekki mér að sjá það held ég eins og er. MIQ mættur hérna, Novite er að fara að vera náður hérna. Er að fara að tekja niður MIQ. Og núna komið 9-4 handa ATD. Má ég sjá. Þetta er smá frosið eins og er, skemmtilegt. Við erum alltaf með einhverja skemmtilega, einhverju vandræði. Já. League of Legends, svolítið, fáið einhver tíman að horfa á League í dag. Þetta er leiðilegt. Það er mjög góð spurning. Ég held að Kleininn sé eitthvað í vondurskapi í dag. En hérna, það er bara smá svoleiðis. Við erum að segja ekki í vondurskapi. Nei. Þannig við skulum já, hérna, einmitt, hvenær er Kleininn ekki að stýrið okkur? Það er bara smá spurning, sko. Já, þetta hefur verið alltaf vesen, sérstaklega fyrir svona streymi sem maður er ekki kannski að fá hjálp frá Riot beint. Þá er það að fara að vera svolítið svona, við þurfum að nota Spectator og vonast eftir því besta. Einmitt. En leikurinn eins og er, ATD virðist vera að koma svolítið að stað snjóbolta. Já, við sýnum það einmitt. Hérna, við náttúrulega veitum ekki nákvæmlega hvernig draft fór, en maður getur samt svolítið giskað á það. Já. Twitch var ekki bannaður. Nei. Mistake number 1. Mér sýnist Ambessa hafi verið counterpick. Já. Menn líklegt að Ambessa hafi verið early pick og verið bara svona einhvers konar flex pick. Og þau pikkaði Yasuo, gerðu ekki ráð fyrir að Ambessa gæti farið mid. Og já, svo pikkaði Sion top lane. Þannig að þetta er svona, að minnst að ég held að drafti á ATD var mjög gott. Að minnst að það er meira convincing en drafti á Cabo. Já, þetta er svolítið svona skringilegt. Ég hugsaði tóku kannski Blitzcrank út af því sáu Twitch, ætlaði bara að við þurfum að drepa hann bara snemma. Já, sáu kannski annarkvort Twitch eða Seraphine, því Seraphine heldur ekkert eitthvað super góð inn í Blitzcrank, en Blitzcrank samt. Það virðist til hann ekki að hafa farið mjög vel snemma meira þar sem MIQ er núna bara svolítið að taka yfir leiknum. Já. Og já, ég hugsa mér að þetta mun kannski bara halda áfram nema þessi Novite á Blitzcrank getur reynt að stoppa þetta með einhverju svona einhver cheesy hooks. Ég held að nefnilega, þú veist, einn kostur með Blitzcrank með við til dæmis eins og Nautilus eða eitthvað annað þú getur verið að spila hinum með vegg þar sem þú veist að þú ert ekki í Vision, þú er í Fog of War kemur eitt hook á Twitch og hann verður döður. Það er ekkert sem Seraphine getur gert. Nei. Þú veist, til dæmis sem Nautilus fer inn hookar það er talsvert meira sem Seraphine til dæmis getur gert í því, getur komið og actually heala hann, ef þú tegir með vekk, hvað á Seraphine að gera? Nær kannski ulti í gegn, ekki mikið meira sko, þannig þetta er smá svona, kauptið boots nema, þannig hérna,
Ég samt sé mjög sjaldan blitzcrank í leikjunum mínum, ég permabanna alltaf, ég nenni ekki að spila mótið þannig karakter. Það já, þótt maður kann að spila mótið blitzcrank, það ekki víst að ADC-in kann að spila mótið blitzcrank sem gera verkum að þú getur ekki gert neitt. Nei. Svo það ertu bara smá doomed. Nema obviously í lane, þá svolítið auðveldara að díla við blitzcrank. En við erum að sjá allavega hauslaus aftur á Serafín alveg seinast. Já. En og hann stóð sér mjög vel. Við mistum aftur nokkra mínútur held ég af leiknum en komin í annað mysterious timeskip en það bara, við skulum ímynda okkur hvað gerðist á meðan. Við erum komin 14-6 og það bara komin svolítið stórt lítinn fyrir hann til þetta. Mér sýnist eins og að hann MIQ dó samt þar sem hann búinn að missa flash og exhaust. Og á fengur eitthvað smá tilbaka. Ég held kannski fekk Tristana killið, actually. Já, 1-3 hérna. Ekki að halda sér í farmi. Samt, ef þú hugsa úr þetta, minn svolítið surprising. Mér langar að vita hvað gerist early game af því þú ert með Twitch Seraphine á móti Tristana blitzcrank botlane. Já. Ef ég má vera smá blunt, þá Tristana blitzcrank botlane. Hann kemur þetta, að fara að ná honum MIQ, hann bara lappar í burtu, hann kemur últið frá hauslaus og Dreson mættur. Þetta hættulegur maður, hoppar inn, últaður í burtu af gadget. Hann kemur satt risalest hérna frá botnagrinni. Og erum að sjá hérna barða Regiment Odent á móti Skyfer. Það að taka niður Skyferin rétt svo? Það bara að vera Skyfer sem tekur hann niður risa heal? Gubbi Fitness núna berjast við hann. Kemur Anna Q hérna til að heala hann. Já, en restin af liðinu að mæta. Og hauslaus og MIQ að fara að koma til að hjálpa að taka Skyfer niður. Og hann dettur. Já, nokkrir hasar hérna að gerast það sem... Já, Serafin komið eitthvað svo fílega og Twitch nær eitthvað að lifa hana út af Serafin eiginlega. Eða bara 100% út af Serafin. Og Tristana bara því miður ekki komin á mikið damage. Hún með, það fyrir að glemja alltaf hvað þetta item heitir. Jesús, minn almáttur. Collector, já. Með byssuna sína þarna. Já. Gerir svona... Gerir gott damage út early game in lane en þú ert komin 20 mínútur in game. Það svolítið sárt að vera Tristana bara með Collector þá. En það sem ég var að tala Twitch Seraphine, Tristana blitzcrank botlane. Tristana blitzcrank að vinna út á botlane. According to the books á minnskosti. Þannig ég veit ekki hvað gerðist í early gameinu. Það getur allt gerst. En... Núna eru 5.000 gull cirka inn á milli eða 4.000 gull á milli. Og þessi Atakan bardagi gæti verið svolítið sem kemur ATT svolítið mikið yfir eða snýr sér í hag hérna hjá Capo. Eins og erum við að sjá mikið af liðunum að safnast við botn akrinina. Þetta náttúrulega soul pointina fyrir ATT eru búin að vera mjög duglega að taka þess að drega. Nova tekur ekki húkinu, þurfa núna aðeins að passa sig. Gubbi Fitness sína lappar inn. Hann einn eins og bara eitthvað að stríða Tsingtao og eru bara kannski að fara að taka þetta. Nova að reyna að gera eitthvað. Gubbi núna einn hérna, þarf að últa. Lendir ekki neinu öðru. Nova núna einn og yfirgefin hérna í miðjunni á ATT. Þetta var klaufaskapur hérna hjá honum. Svolítið erfist að þetta verið og einmitt út af þessu þá fáið þið bara fritt Atakan. Capo getur eiginlega ekki gert neitt mikið í því. Eina sem ég myndi hugsa hérna væri gadgetin á hérna. Getur gadget komið og stólið þessu? Hann eitthvað að dóraði ekki. Leiðilegt hérna. Og þeir fá bara Atakan og eru komnir alveg... Þetta svona high risk, high reward. Það spurning hvort það sé worth it. MIQ komin inn og ætlar að olta windwalli frá Yasuo. Já, núna gæti Tsingtao og Vaskud Bró verið náðir en nei, komast rétt svo í burtu. Þetta hérna svo mikill skaði að koma frá MIQ með Rabadon hérna og Nashor og 10 stacks á Darksealinu. Það spurning bara hvort hann fer með Jess bara next item. Eða hvort hann bara heldur utan þessi 10. En hérna... Já, ég bara ennþá hissað að Twitch var ekki bannaðir. Við erum búin að sjá Capo... Nei, ekki Capo, ATT núna hvað, 2 sinnum? Já, hérna samt Gubbi núna að fara að vera
Bara nice af Skyfer, en hérna kemur Recep Odin til að hjálpa. Dreson og Hauslæs líka mættir. Þetta núna að fara að vera snúið við á Capo. Aumingja Skyfer og Gadget var hljóta að vera teknir niður hérna. Og hérna dettur hann niður. ATD náði samt að taka gubban. Flashið frá Gadget, reynir að koma sér í burtu. Ég veit samt ekki hvort það sé alveg MQ með svo mikið movement speed. Það kemur tvöðafið sem bara lætur hann ekki geta reyft sig. Gadget lítur að vera tekið niður í þetta. Risa frá MIQ. MIQ heldur áfram að sína risa takta þetta á rottunni. Já. Það bara, og einmitt núna 9-1 með Seraphine með Echoes of Helia og Moonstone. Það verður svolítið erfitt að drepa þessu rottu, sko. Alveg mjög. Það bara spurning hvað Capo getur gert til þess að koma sér aftur inn í leikinn. Eru nú bara með ATD bara með svona cirka 4K gold lead. Það ekki game winning. Að þeir eins og við sjáum ATD á móti Coolbeans team, þau voru það var alltaf annarkort, þú veist, Coolbeans team voru alltaf í 4K, 3K gold lead, cirka bát. Já. Og ATD unnu, skiljur, þannig það enda á sjans fyrir Capo. Þið þurfa sann svolítið að hífa upp þessi buksunir hérna og passa sig virkilega að það veri ekki náðir svona eins og þeir hafa verið að gera hérna og reyna að gera eitthvað play. Þeir þurfa að spila svolítið saman. Mér líður eins og ATD svolítið að færa sig bara eins og heilt á meðan Capo hlaupandi eins og hauslausar hænur. Skyfer núna gæti verið að berjast við gubba. Dreson og hauslaus, þeir mæta bara strax á svæðið. Þeir eru að spila miklu meira eins og lið. Hérna Kúð að koma í gegn risa híl. Ekki bara nóg það sem Dreson og hauslaus eru passa upp á hann. Kúið ekki til staðar aftur. Og hann bara tekið niður þetta. Núna samt erfitt að segja þetta, en Yasuo þau þurfa að taka niður Recep Odin áður en hann tekur þá niður. Hann gubbi mættur á svæðið og núna getur þetta snúist við. Það að passa sig Gubbi getur gert svo mikið skada í ekkert og mikið læstil hjá Jing Tao og tekið niður. Novite líka tekið niður poisonu hjá Twitch. Ég held að Gubbi Fitness getur ekki drefið Gadget. Gadget gerir bara því mér svolítið mikið skada með Leandris. Já, líka að híla alveg slatta, en þetta einn af þessum endalausu bardöfum sem við sjáum oft þegar það Sion á einni hliðinni. Og það að lifa þetta af. Þetta samt núna, Capo svolítið, fá 1 kill hér og þar, en svo bara deyja 2 hjá þeim og erfitt fyrir þá. Gubbi nærast, nei, hvað gerðist? Jesus! Núna þeir byrjað á, Baron, þeir hljóta bara að taka niður án þess að vera... Það enginn sem veit. Nei. They don't suspect a thing. Dreson og MIQ gera svo mikinn skada og hauslaus og halda þeim lifandi. Já. Þeir bara lauma Baron MQ að leita að killina á... Novite og Vasco að fara að vera fundur Novite flassar í burtu, það að fara að vera nóg? Recep Odin enda að leita, ekki með últið samt. Samt að fara að vera náð Novite. Þetta niður aftur. Með sitt self-inflicting slow. Einmyndið 2005 og það ennþá karakter í leiknum sem self-inflicting slow. Þetta svo fárlegt, hún með toplaner sem 50 dashes. Nei, Blitzcrank henn gefur sér moment speed og svo slow hann sér sjálfan. Því miður, þá það bara hannig. Og já, núna náður sálinni taka loft niður fá vindsálina sem að fara að gera liðið enn hættulegra. Jáp. Svolítið svona Capo nú þegar erfitt að komast í burtu frá þeim og þetta bara að gera nánast ómögulegt. Sjáum Guðmund líka alveg nánast allstaðar. Sjáum samt að Skyfer alveg að viðhalda gullinu bara jafn mikið og annars staðar. En ég trúi ekki að þetta að gerast aftur að... Smá frozen screen aftur. Smá vera að stríða okkur. Já, og ég vona að þetta komið í lag fyrir næstu leiki sem við tökum, en við missum kannski aftur 5 mínútur eða eitthvað, því ég vona að við missum ekki bara endinum af leiknum, en við erum, sem sagt, að sjá svolítið mikið ATD domination eins og
Alveg, já, mjög mikið. Ég veit ekki alveg hvað Cabo getur gert til þess að koma sér aftur koma sér aftur inn í leikinn. Já, en ég er með gleðifréttir þar sem eftir þennan leik erum við að fara að horfa á við erum að fara að vinna með endursýningu og við erum að fara að sjá Whiskey á móti Dusty eftir þennan leik ATT Cabo, þar sem ég held að komi í lag vonandi. Já, vonandi. En einmitt, Whiskey Dusty leikurinn er búinn, þannig að við fáum að replaya hann. Ég ætla ekki að segja neinn spoilers. Nei, en hugmynd hvernig þetta fer. Já. Við sjáum Ó! En við erum aftur komin inn í leikinn. Ég veit ekki hvort við mistum á ykkur eða ekki, en 26 mínútur og 30 sekundur. Nei. Þetta bara... Það eru ekki mikið búið að gerast. Þau eru náttúrulega ekki... Er það ennþá með Baron? Ég heldur sé ennþá með Baron. Já, þau eru ennþá með Baron. Nei, mistum ekki af neinu. Nei. Þetta er að fara að vera Baron push frá ATT. Eru nú komin svolítið verulega yfir í gulli. Og við erum svona cirka item yfir allstaðar. Allavega að detta í það. Hvað getur Cabo gert hérna? Þetta er orðið svo erfitt. Þau verða að ná þessu shutdowns, að minnst hvað segja, á Twitch eða Sinsá eða Seraphine og það er í rauninni með Blitzcrank. Já. Blitzcrank myndi ég segja svolítið win-conið þeirra. Er samt ekki að spila eins og hann er vinkonið hérna, þess að hann hittir öðrum krók ekki og er tekið niður á hauslausi. Flott alltíðina frá hauslaus. Gadget samt núna á erfiðum stað Emma Q-Dreson er að herja á hann hoppar inn, nær últi ekki, gerir það neitt og þeir núna að herja niður á hömlurnar turnin Vaskautbróðið var að tekið niður rétt svo aftur resinni og bara Tsingtao og Skyfer eru eftir til að vernda Beysi Ætlaði bara að enda. Ég held það sko. Þetta gæti verið bara win hjá ATT, kemur Skyfer samt, þeir ætla að gera eitthvað til að halda sig lifandi. Tsingtao og Skyfer ná að taka niður en þarna tekur Hauslaus niður báða. Double kill fyrir Seraphine. Og þetta er leikur. Við sáum kannski bara kortir af honum, en þetta var æsi spennandi þegar þetta var í gangi. Mjög fyndið þetta moment og Skyfer hoppa bara inn og Skyfer og Yasuo hoppar inn og Twitch bara deyr þótt hann sé í bara, það eru 5 manns þannig í kringum hann. En já, þetta var bara mjög fín leikur þótt við fengum bara að sjá 15 mínútur, en það er bara því miður. Lík-klændinni er smá stríð okkur. Já. Í dag. En ég hugsa að við ætlum alveg líklegast bara núna að fara í stuttar örlýsingabráðum og sjáum svo Whiskey Dusty eftir þær. Ekki fara langt. Býttu að skipta akrein.
Velkomin tilbaka og núna erum við loksins að fara að sjá Whisky á móti Dusty þar sem við komumst ekki inn í leikinn á þann en kannski að við sjáum aftur Einmitt, til þess að aðeins refresh our brains fá að sjá hérna draftið. Já. Og hérna það, við erum með, einmitt, við erum bara mjög fljóðlega yfir það svo við getum hafa bara beint in-game. Whisky, við erum með Cat Maniac á Wukong, Baunandós á Rumble, svo það Ayen á Kai'Sa, Siggi við 2 á Morgana og svo Braum hann Miyauki. Hjá Dusty það Legion sem á Jarvan. Við erum með Dofri á Jhin, Temptation á Kennen og svo það Saver og Ryze og Hoys á Neeko. Þetta svona, já, ég býst alltaf við frekar aggressífum svona frumskómanni hjá Legion, hann hefur verið að spila Pantheon og svo, J4 náttúrulega mjög aggressífur, svona, finnst mér alltaf hana. Og hann bara
perma-picked eða vanda og sem á eins og við tölum en einmitt, við vorum mjög við skulum ekki fara completely yfir allt sem við tölum í draftin en Nico pickið, við vorum mjög hrifin af því og einmitt Morgana ég vissi strax að vera Morgana mid sem eitthvað sem við höfum ekki séð Siggi spila af því að hann var einmitt komið með 3 bann sína þannig það var eiginlega svolítið lítið eftir fyrir hann að pikka sem myndi virka á móti þessu liði en Morgana alveg skemmtilegt, maður sér þetta ekki oft bara svona í general bara alveg það ég að búast við allavega skemmtilegu svolítið svona midleini aðalega bara, þetta svolítið svona öðruvísi, skaman að sjá Morgana vera spiluð. Einmitt, og Kennen pickið á móti Rumble sem Rumble var bara mjög early pick þó þessi toplaner bara svo að hann Bönadós geti fikið að spila sinni Rumble sem hefur bara verið mjög oft bannaður á þessu móti þannig ég bara skilja mjög vel en einmitt Dusty svara með því með Kennen counterpick þannig það er bara spurning hvernig Kennen hversu mikið áhrif Kennen með Já, þetta að fara að vera erfitt fyrir hann en við sjáum svolítið hversu góður hann á Rumble með þessu matchupi alveg klárlega en þetta allavega Þetta var skemmtilega leikur en náttúrulega ef Whiskey vinnur þá þá Whiskey komið með full win streak ekki búin að tapa einasta leik Dusty nú búin að tapa einn leik en ef þeir vinna þennan þá það bæði þá þau komin í fyrsta sæti Já og það svolítið stórt fyrir Dusty en við ætlum bara að fara beinustu leið núna inn í leikinn loksins og það verða engir tækniörleikar ætli ég að segja ég vil ekki sjá það Nei en erum með skemmtilegt itemstartin á Rumble þetta 2 svona ability haste Já, meinar Já, þetta hlýtur að vera eitthvað stórt sem Bönadós Ég veit eitthvað sem við vitum og minnst ekki Nei en við erum komin bara með mjög klassísk 5 point hjá báðum liðum Þetta róleg byrjun en við erum líka að sjá Electrocute Temptation í staðan fyrir eitthvað sem svo til að vera að leggja í einelti kannski bara að fara í eitthvað svona trades ef eitthvað annað Já, ég held að sé bara frekar sniðugt Ég hugsa það sérstaklega með skjöldin sem Bönadós getur fengið tjóðlafinu sinu getur kannski komið í vekk fyrir svolítið af þessu poti frá honum Já, en einmitt eitt með Nico-pickið sem við tölum í draftinu og ástæðan af hverju okkur fannst þetta að vera svo frábært last pick hjá Dusty var að þetta bæði setur rosalega mikið pressure á myndlein á Siggi við 2 þar sem hann þarf alltaf að vera að fylgjast með minions, telja minions og passa upp á að sé ekki að Nico að koma inn í lane og líka þetta getur verið svolítið aggressive fyrir Kajsa Braum early game það sem Q-damage hjá Nico rosalega mikið og líka bara hún bara gerir mjög mikið damage alveg og þetta líka með Comet Já, þetta að fara að vera smá potina í What? Hvernig heitir þetta Q? Já, mjákina með einhverja Q-tækni sem við bara þekkjum ekki til Nei Það að heita á milli minions eða skósveinana og ég svona leita að einhverju poti það gefur bara en missir helming af lífinu Þetta svo mikið thumbs upið maður verið að spila svolítið Nico topp á tímanum og þetta bara erfitt að vera á móti gerir svo mikið skada ekki svo aðstofamaður í eðli sínu og eiginlega bara svona made support sjá hennan skada og Jin Nico getur verið perma-post inn og getur verið bara að póka undir tower og það eiginlega ekkert mikið sem Kajsa Braum getur gert í því Nei, við erum að sjá alla í Dusty svolítið vera að íta Whiskey inn núna undir turnana sína svona allavega stefnir í það erum með præjó alls það erum við að sjá svona smá háska í miðunni Siggi Vattir og Seifur eitthvað að skeytast á höggum sýnist að Seifur samt að vinna eins og Ég eitthvað að fara inn að meira, hann kemur hann að kúi tvölda frá honum, Sigga og fyrsta blóð dregið Siggi á morguninni.
stendur sér eins og hetja. Mjög gott first blood, einmitt. Voru kannski, Saber var kannski aðeins og confident í treytið hana en sem gera verkum að Siggi fekk annað kú. Já, ekki gott að vera hittur á 2 Morgana kúum. Nei, Jafnvel 1 ekki sama treytið að minnskosti. Þannig, já. Ryan bara að missa allt lífið sitt án þess að koma nálægt hóis. Bæði junglerinn eru botlane, tökum við því að Cat Maniac ætlar mögulega reyna að komast í einhvers konar botlane gang, næri því ekki og bakka bara strax. Já. Minnst það bara mjög sniðugt í staðan fyrir að reyna að forsa eitthvað gang sem bara mun ekki ganga. Og eru núna báði junglerinnir á mjög svipuðum tíma. Reyndar Legions komið með Scuttle á undan Cat Maniac. Cat Maniac fer örugglega bara strax á Scuttle. Ég verð að taka eftir að Rumble ekki lengur með þessi ability haste. Kannski seldi hann þið bara strax í byrjun, ég bara tók ekki eftir því en hann komið með Doran's Ring. Já, kannski var hann bara eitthvað að stríða okkur. Já, hlýtur að vera. Var eitthvað að hugsa, en núna komin undir turret, svo gott hann tók hann Doran's Ring. Alltaf svona lifandi, hann kemur Temptation svolítið að hóta Baunados niður. Núna líka eru báðir frumskominir komnir í top side svolítið eins og Þeir eru bara í rauninni bara alveg eins tíma. Ég sýni samt, já, þeir eru bara basically alveg eins tíma. En þetta getur verið ekki kannan minn handa Sigga, þetta vont að sjá. Seifurinn að leggja svolítið einhaldi undir turnum, hann kemur kúið, hittir ekki rétt svo. Seifur gæti verið að finna eitthvað Cat Maniac en ekki nóg nálægt. Siggi var 2 þarf virkilega að passa sig. Með teleportin, kannski að fara að missa svolítið mikið af skósverðin núna undir turnin. Og Cat Maniac gæti jafnvel. Það ekki mikið sem Siggi getur gert til þess að hjálpa Cat Maniacina. Kemur Seifur, tekur léttilega niður Sigga undir turninum. Var aðeins of gráður í þessa skósveina og dettur niður fyrir vikið. Og Legions stefnir á að taka niður eld. Eða þetta eldreginn? Infernal Dreginn fyrsti dreginn fyrir Dusty. Það bara því miður Whiskey getur ekki gert nýtt til þess að hjálpa eða til þess að contesta hann að drega og þeir setja sig bara við það. Svo sem bara fyrsti dreginn, skiptir ekkert eitthvað miklu máli. Nei, þetta getur farið svolítið svona til beggja liða oft en ekkert eitthvað svona game winner. Kannski að Maniac reynir að ná möðgonum eftir 1,5 mínútu. En ég veit, reglulega bara frekar slow byrjun. Bara svolítið eins og maður myndi sjá úr How to Play League of Legends gameplay. Þetta bara, já. Það er svona hátt level allavega af gaming. Allavega ekkert strax byrjað. Við erum kannski að bíða eftir svona últunum hjá Baunados og Temptation að gerist eitthvað. Já, og einmitt, það gæti verið að fara að gerast eitthvað bráðum. Temptation með level 7 á móti Baunados til level 6. Báðir eru ekki búin að taka fyrsta bakk. Þarna kemur svolítið skaði á Baunados. Einmitt, Kennen að póka Rumble svo auðvitað með þessi reynst autos. Þessi, dammit! Og núna samt, Mjauki kannski smá klandri, eitthvað að taka allavega skaða. Þetta svolítið búið að vera þannig í botnagrein að Dofri og Hóis eru bara þarna að ýta þessum skósunum undir turnin þeirra. Skiljanlega, ég meina ef það safe að pusha inn þá oft bara mjög fínt að gera það. Af því það miklu meira líkur að til dæmis Ægjan missir einhverjar skósveina undir turninu. Baunados. Við erum bara að sjá hann detta niður Þetta risa ult. Flash! En búinn að nota ultið sitt. Og hann ekki með töfaldjömpið. Það bara að vera að nota að lifa no way. Og Temptation gæti komið og ítt á töfaldjömp. Nei. Legions. Fáninn kemur inn. Hann næri ekki að bakka. Hann hefði kannski náðu þessu en hann smæti komið inn og Legions ætti bara að... Nei, hann eitthvað...
búin að lifa hana mjög lengi með að við. En þetta var mitt, Þetta var leiðilegt, þetta var bara að fara alla leiðin til turnin. Þannig séð, ég held að hann hafði svona verklega tíma. En mögulega hefði Legion samt þurft að brenna flash fyrir það. Já. Mögulega, en að minnst hvað hérna, mér sýnist Legion sækla bara að taka Void Grub sína. Já, þannig að þeir komið með bæði objektin, en ég held samt að hérna, kann meining sé að nýta tækifæri til þess að taka Mjauki. Lúpavef. Seifur hérna komin í bak, Mjauki hérna tekin af Jin 12-afinu, Seifur hérna að fara að ná rútin á hann, þeir eru virkilega að reyna að ná hann Mjauki, hann nær hóist últin á ægin og þeir eru að fara að taka niður Mjauki. Hérna 3 kill og það Feet of Warfare. Legion mætir aftur inn á toplane, með ulti. Baunadós, þú ert kannski að fara að lenda í þessu aftur. Baunadós að gera fullt að skada, að búinn með að buildingin sín hérna rétt svo nær ekki að taka Temptation. Legions komin hérna með 2 kill. Mjög góð byrjun fyrir Legions, komið með bæði hérna Drekan og Void Grubs og 2 kills. Það er bara mjög góð byrjun fyrir Jarvan sem er nú þegar supersterkur hérna jungler. Já, Katman ekki aðeins að eftir á í þessum objectives og Siggi við 2 er að mæta hann á toplane nær kannski. Temptation er mjög lár, það er hann vill fá þetta síðasta turret plate. Með flash uppi, þetta hlýtur að vera dáin Temptation, já, endi bara í flash ultið, vildi ekki. Ætlar ekki að riska, Temptation er með ulti og með nóg mikið damage. Já, þetta hefði getað farið svolítið illa. Baunadós komin inn til að taka skósuna í miðjunni. Já, samt getur verið svolítið sárt fyrir Sigga að brenna flash þar sem... Katmaniak er með ult, að fara að koma á save, hann kemur ulti frá Baunadós, að fara að ná næsta ult frá Katmaniak og Seifur lappa bara í burtu. Það var komin alltaf langt í burti. Já, þetta er bara eyða svolítið miklu en að reyna að taka niður en ná flashinu allavega. Já, og við erum að sjá núna að leikurinn er smá taka hans meira pace. Já. Og hérna Legions er komið mjög mikið á undan. Og það er bara Þetta er allavega hjá honum, Sunset Sky. Komið item og 2 kills, hann er svolítið langt í byrjun. Spurning hvort við fáum að sjá hérna gold leads eða gold differences á mikli playerna. Hljótum á þetta inn í að sjá allavega við erum með 2 kills hérna hjá Jarvan. Býður að koma allavega 500 kall yfir, hefur ekki meira. Nei, einmitt. 2000 kall. En Baunadós núna aftur gæti verið í vanda, silenced, kannski að fara detta niður. 2 komið, já, en það hlýtur að koma Q frá Temptation. Og Baunadós ekki að spila nógu vel í þessu kennin matchupi eins og Nei, einmitt, þetta mér sýnist að vera bara mjög erfitt matchup fyrir Rumble. Og einmitt, Temptation hefur alltaf verið svolítið mikið með prio. Já, og komið með skaðan, komið með goldlítið. Þetta er svolítið erfið stað fyrir Baunadós. Þótt að hann þekkir Rumble og svo vel, þá held ég að hann þekkir líka bara þetta matchup. Já, þetta er hérna tæknir að fara að vera tekin núna niður. Drake number 2 fyrir Dusty. Mjauki reyndar í svolítið slæma stöðu hérna. Já, með útlið til að reyna hvort í burtu. Þarf að notar á fullkomnum tíma. Stoppar Dofra og Legions léttilega. Og kemst bara í burtu, þæginlega. Burti reyndar að nota flash líka. Það er kannski dáið fyrir vikið. Jæja. Sjáum við það svona. Það er eitthvað að reyna að leita af Dofra en það gæti að vera nóg. Já, Ghost er notað og þurfa þeir kannski aðeins að bakka núna. Kann meining náttúrulega mættur líka botlane en það er ekki mikið sem ekki rétt. Legions reyndar líka mættur og Seifur að fara að póla upp en... Og kann með þurft að flassa hana en það kemur... TP frá Morgana, það er bara formann botlaneina. Ég veit ekki alveg hvort að þarf Siggi kannski svolítið hrættur við að liðið var að fara að vera tárdæft þarna en það var bara ekki sýndist mér sem var að fara að gerast. Það var eiginlega engin hætt að því. Ég held að það er engin maður með hausinn rétt skrúðan á og fara að tárdæfa Wukong með ulti. Nei, alls ekki. Og þetta var svolítið leiðilegt Siggi að eyða teleportinu. Komið satt aftur bara í lane og Katmaniak sér Legions hérna. Hann er bara að bakka hana. Bara með einhverja stæla. Bara því mér Legions sem átti ekki bakka hana. Það er svolítið svona bakka inn í
Það er smá bold. Já. I gotta respect it. Frumskólinn hjá Whisky hérna, já, hans núna hjá Legions, hann ætlar eitthvað að reyna að sína smá dominance hérna. Heyrðu, þetta er Chemtech-sál. Já, sjáum Skemmtilegsta sálinn, eða eitthvað, ég er að tjóka. Já, við sjáum hana mjög oft og þetta, já. Við sjáum hana svo oft, en einmitt núna er Temptation eiginlega bara næstu komið turnininn á topplane. Sérstaklega eftir að maðkanir eru teknir, þá er þetta mjög þægilegt og létt að taka. Hvað gerist? Electrocute proc. Já, ég held að einhver flassaði. En nei, þetta er erfið staða handa Beinadós. Er hérna 0-3, mikið eftir í farmi. Kattmanni getur varla hjálpað, þessi getur bara dáið báðir. Þannig séð, Beinadós þarf bara að reyna að venda hann turn eins mikið og hann getur, en ég held að hann sé líka bara, kannski fyrir að bara gefa það. Já, þetta niður núna plate hérna og Beinadós er bara að taka skaða bara af því bara. Já, Kattmanni ger ekki ástæðan til þess að hjálpa hann Legions reyndar bara að strolla framjá. Ég hljóta hendi í turnar dífu hérna, Legions komin, Temptation líka Beinadós, þú verður að hlaupa til liðsins, þú getur ekki bara að vera þarna undir turninum, þú ert að vera að tekið niður, svo léttilega Legions núna samt, er að reyna að hörfa, Seifur komin, Kattmanni og Siggin, hljóta geta tekið hann niður hérna, eða ekki og Legions sleppir í völdu, Siggi var 2, er að fara að ná últinu á alla, þeir hopa svo bara léttilega úr því og þeir fá ekkert fyrir þetta. Ekki neitt, beautiful flash frá Legions, má ég benda á. Þetta var var eiginlega næstu hittir á Morgana-kjúðana undir tower en flassið út úr því og það er henni bjartið á honum. Skaðan hætti ekki í Dofri og tekur niður Ægir, hoppar á Hóis, tekið niður. Þetta hérna það er TP samt frá Temptation. Já, taka svo bara niður Dofra hérna, bara Temptation eftir, gerir svo mikið skaða, Ægir hlýtur af þetta hérna. Það er ekki mikið sem Ægir getur gert. Fekk samt 2 kills út úr þessu, þannig það er bara, ég held að það sé bara frekar worth. Kennen reyndar komin í svolítið hættilega stuðu. Hann er 3 kills núna. Early game Kennen með 3 kills by the way og komið með Hextech og Rocket Belt. Það er svolítið sárt sko. Það er svolítið sárt. Býttu, Mjáki var eitthvað að reyna að beita hann hérna. Þetta gæti verið allavega smá gutt að detta nú. Nei, við veitum horfa á Ægin. Ok. Við mistum að því. Við sjáum allavega shut down. Við sjáum basically allt killið. Þannig ég náði Temptation þannig alveg í lokin. Já, Hérna svo Ægin bakka svo. Já, skillegt, það var lifnað við. Hérna er Beinadós núna komin á Legions, þannig kemur sann Seifur inn í þetta. Er það bara no, Seifur er mættur og Hóis, Beinadós einn hérna eftir, Siggi var 2. Legions lifir á enn og aftur. Hann er ekki að deyja, kallinn. Unstoppable. Heldur áfram hérna. Það er komin turn nummer 2 hérna fyrir Dusty, komið fyrst með toplane turret og núna er midlane turretin farin hjá Whisky. Já, það opna mappið mjög mikið. Hóis. Mjáki er að nálgast honum hægt og rólega, er svolítið mikið slóaður. Það er svolítið að lifa, hann lifir. Svo erfitt hérna að ná ekki að komast á hann út af þessu sneri og það er mjög sárt. Það sem betur fer samt ná Whisky að öllum líkindum að taka hann að þetta Legions þeir samt ekki fara að gefa hann for free en að Seifur mættur á Temptation líka, þetta geti verið svolítið vont fyrir þá. Eru 4 að hoppa hérna á Legions, það kemur risa úlfald Temptation og Legions, hann kemur Hóis líka með annað AOE og þeir eru að detta niður svo flugur. Siggi aftur hérna að reyna að halda þeim í burtu, Mjáki þarf að flassa, Beinadós að gera einhvern skaðan, það er ekki nóg og þetta eru 3 sem detta niður hérna. Beinadós reyna að komast undir turnin. Það gæti verið dífa hérna á hann. Það er svolítið hættulegt að tarðafina. Temptation, hann er eitthvað að reyna, Mjáki er með. Þetta var bara dreki fyrir 3 kill. Þetta var mjög flott fókusinni hjá Dusty. Þau hoppiðu bara strax á Ægin af því hann er eiginlega eini svona damage hjá Whisky eins og er. Já, Beinadós er ekki að gera nóg eins og er. Nei, og Siggi við 2 þarf aðeins meira. Morgana gerir ekki svo mikið damage nema kannski með 3 items. Já. Af því maður má ekki glemma hún er to her core support karakter. Já. En þannig Legions hoppa bara á Ægin, Temptation ultar Ægin líka. Ægin getur ekki gert neitt. Það er bara því miður. Já. Já. So sorry.
En já, gullmunur líka þetta hérna í 5.000 og nána 6.000. Hérna þess að Carmenic að berjast í Temptation kannski bara að fara að tekið niður rétt svo Chemtech mappið hérna að hjálpa. Nei, hann samt að fara inn í burtu. Temptation mögulega að koma með movement sitt. Rétt svo ekki. Og náttúrulega var nörfæður hérna tvöfaldslappið ekki jafn oft uppi og gera aðeins minni skada. Já, nákvæmlega. Eins og við tölum mitt. En núna eru við svolítið að detta í, það eru 1,5 mínúta hérna í Atakan eða, það ekki með einhvers staðar. Atgeir. Ég vissi þetta, ég ekki sem orðabókna. Já, ég Seifur hérna, ég að fara að taka henni sigga að flassa fyrir það. Sjáum hérna Carmenic ekki gera neitt til að... Því miður bara ekki gert neitt, sýnist mér. Seifur bara, já. Og Rise, þetta er karakter sem sér mjög sjaldnæn en ég alltaf jafn hissa á hversu mikið damage hann gerir. Þetta er Finnst þetta vera eitthvað svona ancient karakter sem bara Riot búinn að gleyma. Hann svolítið þar sko, en hann svolítið, hann fær einhver 2 items. Svo byrjar hann bara að gera alveg heilan helling, mjög góður inn í hlýðaragrænunum. Núna það svolítið að herja hérna á akkurat turnin og eitthvað að leita. Liði hjá Whiskey samt. Eitthvað að nálgast. Carmenic komin hérna í baklínuna, að fara að vera últaðar hérna af honum. Legions, hann kemur risa últ hérna frá honum. Bönadós að fara nóg. Það rétt svo Ian í baklínu, taka niður Legions líka. Shut down. Hann samt Siggi og aftur núna að taka niður Hoist og save. Ian að fara að taka niður Dofra, ekki með bullet. Blassar á hann. Þeir samt. Þetta trippulkillandi Ian og Mjauki hérna og Bönadós. Þetta eis eða útrýming á Dusty og þeir fá atgeirinn. What? Það, Kai'Sa spilaði svo ekkert eðlilega vel í þessu fæti. Hoppaði bara strax á Legions og Temptation sem voru 0 HP. Og það svolítið eins og við erum búin að taka eftir. Legions og Temptations eru svolítið vinna fætin fyrir Dusty, myndi ég segja. Já, en þetta náður ekki að gera sem þeir átt að gera. Ég veit ekki hvort að últið var uppi, bara náðu ekki að gera skaðan sem þeir þurftu. Og restina liðinu bara detti niður hérna og það Ian bara hoppar í baklínuna, tekur niður Legions og Dofra. Og Dofra, Þeir, rétt svo, en það má líka benda á að Ian var mjög lár eftir að drepa Legions og Temptations, þannig það að drepa Dofra var alveg svolítið gott bónus. Vel klikka hérna. Þannig Ian 100% win-con hérna fyrir Whiskey, þótt að Whiskey eru nú bara með 3K. Með þetta, þetta últið sem notað á eina manneskinn, það nóg til að þeir fái kannski dregan eftir 40 sekundur hérna. Já, hérna Siggi smá kottana. Dusty á soulpointiði náðan drega. Taka niður skellrúni hérna sem var eitthvað að herjast á turna. Og núna Temptation eitthvað að taka vision hérna. Já. Að setja upp fyrir þennan drega hérna. Ég held að Whiskey séu samt ekki fara að gefa þennan drega for free. Eru samt að taka tier 2 turretin á botlane. Bönadós ætlar að treyta með tier 1 á toplane. Ekki alveg jafn. Það fyrsta turret samt fyrir Whiskey, þannig það alveg eitthvað. Þurfa einhvern veginn ekki byrja. Hann Dofri. Tekur niður hérna helmingan lífinu. Dettur niður í helming. Carmenic gerir alveg einhvern skaðan þrátt fyrir nerfin hérna. Núna að herjast hérna á miðjuturninu. Þetta gæti verið frekar dýrt fyrir þá. Hoist ætlar að flassa inn og nær risa 3 manna últi. Það bara að vera nóg? Mjauki hérna að reyna að taka öll þessi skot á sig og heldur liðinu sem lifandi. Siggi var aftur líka mættur. Dusty samt komin með, já. Þeir fengu hérna að drega. Það var mjög flott. Whiskey ákveði bara að gefa dregan en ætlaði að reyna að taka midlane-turret í leiðinni. Föttuðu síðan, þú veist, ef allt Whiskey-liðið ætlaði að reyna að taka midlane-turret þá þurfum við væntanlega ekkert að hjálpa Legions taka þennan drega, við vendum bara þennan turret. Það eru svo mörg lið sem myndi ekki gera það. Nei. Þau myndi bara vera þetta bara svona trade for trade en þannig vissi Dusty, þau gátu defenda þennan turret, þau gátu kann testa það og þau gerðu það.
fór bara vel. Eru ekkert að gefa Whiskey þessa sensa til þess að koma sér aftur inn í leikinn. Nei. Þau eru bara að halda sig utan að lítið, að því ég veit, þetta mid-lane turret, tier 1 mid-lane turret getur hjálpað mjög mikið. Þetta opnar mappið. Þannig það er mjög hjálplegt fyrir Whiskey að taka þannig mid-lane turret, en hérna, já. Besti ætla bara ekki, nei það er ekki að lifa það. Mjög ekki að sér þetta fór mjög snemma, fær að taka það bara léttilega í burtu. Og ég bara, þetta nægir gulli hérna með að láta niður control ward. Já. Jú, þetta er mjög gott. Legions eitthvað að leita hérna, þeir eru allir mjög saman eins og ég er. Hann kemur kúið frá hann Sigga. Gerist ekki meira. Nei, það er unni, hérna... Dusty eru í 4K gold lead. Já. Og við erum búin að sjá þetta gold lead nú slatti oft. Við erum að sjá save líka sko alveg vera komið svolítið mikið af skósverðinu núna 226 og tekum meira segja hérna krippurnar Krugs, já. Sem sagt. Já, steinagæðin. Krippurnar? Já, stendur hérna krippurnar hjá mér. Baunadós, já þarf að henda í næstu bara power dive þannig. Það er svolítið ból. Tier 2 á topplane er bara tekin líka. Ætla bara í þetta. Smjáki mættur, Ian líka. Ætla eitthvað að reyna að stoppa þetta. Hann kemur teleport frá Sigga. En þetta er svo... Það er að koma gott kúina. Rétt svo ekki. Hóis nær að koma sér úr því. Þeir ætla bara að herja á annan törn núna á meðan. Þeir kannski að vera að ná því? Nei, Katmenni flash últar hérna, Ian getur follow up Dofri, bara tekið niður saveinu og gæti verið næstur. Þar er að reyna að taka niður Katmeniak, kannski að vera að ná því, já en þarna fellur saveur og Ian 7-3. Beautiful engage þarna frá Katmeniak, sá opportunity að flasha inn, tók það, vissi að Ian gæti ultað inn til þess að follow up og bara mjög vel spottað hjá Katmeniak. Já, núna er eitthvað að reyna að taka niður á tier 1 en Temptation eitthvað að reyna að hræða þá með... ekki málti, nei, ekki málti, notaði fyrir nokkrum mínúndum, nokkrum sekundum á topplane. Já, nokkra sekundur að detti í það núna. Það er stutt í það. Núna er það með það. Já, og ég sé eitthvað að reyna að vernda þetta, enginn annar en hann, svo þetta lítur þetta niður. Takk þetta bara, eru með gold bounty á þessu, þannig að fá smá. Objective bounty, segi ég nú. Já, þetta er, markavinningur. Það er sem objective bounty er. Þetta. Markavinningur? Markavinningur, já. Já. Objective bounty, já. Þetta er allt hérna skrifað í íslensku orðabókinni hérna. Við erum núna að sjá næsta objective líklegast að fara að vera hérna dreki eftir mínútu. Svo náttúrulega barónin uppi. Barónin er uppi. Þetta getur, ég held við sem að fara að sjá eitt gott barónfight. Af því ég held að annarkort eitthvað að fara að vera pikt hérna mjög snemma og annarkort liðir reynir að taka barón. Það er aðeins meira riski fyrir Whiskey að reyna að taka barón. Þótti ná pick. En if Dusty ná pick, þá bara er það frýtt. Temptation. Hann er svolítið hættilegur. Ég er innan með Temptation að blasta yfir. Hann er allir núna hjá Whiskey að fara að ná þér inn að risa últum frá Dusty að detta niður á flugur og allir nema Baunadós teknir niður. Þetta var Ég sá positioningi hjá Temptation og ég sá hann var með flash. Ég vissi að þetta var að fara að gerast. Og þá er þetta fritt barón inn á fyrir Dusty. Þau þurftu ekki einu sinni pick, þau tóku bara allir. Það er líka bara mjög fínt. Þetta er erfitt hérna að sjá sko að þeir sjá Temptation fyrir aftan sig og þeir í raun bara gerðu ekki neitt í því. Byrju eitthvað smá að bakka en þeir voru ekki, aðja, hann gefst ekki við vegg. Hendir í flash og hann er hann inn í öllu liðinu. Og þeir ná líka að taka niður og fá sál hérna, ekki satt. Já. Chemtech sál núna, komin í hús og bara... Chemtech sál náttúrulega ekki completely game winning. Þetta er ekki besta sálinn. Nei. En... Kannski þægilegt allan að fá þessi auka 10% ekki resistances, 11%.
damage increase eftir að detta niður 50% HP. Ég man ekki alveg hvernig hún virkaði en eitthvað í þáttina. Já, þetta er alveg, þetta er mjög gott en þetta er ekki, Baron, það er betri sálar hann úti. Já, alveg klárlega. Alveg klárlega. En núna eru þeir að herja það niður á miðjuna. Erum að sjá hérna, Katmenn ekki reyna að leita ykkur Hoist núna endur í Ward að fara að sjá hann. Katmenn var ekki alveg viss hvað gerðist þarna, sá kannski ekki Hoist láta niður Ward og ég bara tekið niður. Þessi ekkert fyrir, hann Nei. Engin hægt að hana. Nei, núna aðalinn Gage hérna líka dottið niður hérna, Siggi var 2. Það er að passa í Mjauki. Seifur bara bóllin að taka tier 3. Seifur með 3 items að fara að vera svolítið hættulegur, komið Rabadons og þetta gæti verið hérna Hemillinn tekið niður hérna. Þeir geta ekki endað hérna. Þeir gæti svo sannarlega reynt. En ég held ekki taka bara innhip og bila. Það hlýtur að vera eitthvað. Það mjög riski að reyna að klára leikinn hérna myndi ég segja. Já, virðast vera bara að sætta sig við að taka þennan 2 hemla niður og Siggi stoppar Temptation. Mjauki er ekki að stoppa Legions. En eins og þá Dusty núna 10k yfir og það bara að vaksa. Já. Sjáum kannski. Og einmitt Temptation 8-3, þetta the cannon carry og einmitt það svo, og Seifur 7-3, búin að gera rosa mikið damage með hennan Rise. Ægin í rauninni eini Seifurinn hjá þessu liði, hjá Whiskey. Já. Þannig ef Whiskey ætlar að eiga sér sjens til þess að koma sér aftur inn í leikinn þótt að sé 10k gold lead inni hjá Dusty. Það er erfitt. Þetta bara að vera fyrsta lossi hérna hjá Whiskey? Ég held það nefnilega. Never say never, en 10k gold lead, það er svolítið sárt. 11k núna meira að segja. Já, þeir eru eitthvað að reyna náða. Hann kemur Brómalti og hann kemur Rumble. Katmenn komin í baklínuna. Þeir verið að taka niður Dofra. Þeir að taka niður Hoist. Hanna Legions tekið niður. Þeir ætla sko ekki að detta niður strax. Ná því miður ekki meira en þeir ættu að stoppa svolítið núna endið hérna hjá Dusty. Notuðu samt sem aður, maður benda á öll ultis sem þau eiga fyrir 1 kill. Það er ekki jafn gott og myndi vilja. Nei, því miður. Þeir komast inn í burtu. Fengur samt sem aður flash frá Dofra og Hoist, þannig það er bara mjög fínt. En einmitt, nota öll ultis og flash og svoleiðis, eða flashi frá Sigga þar að segja. Og fá bara 1 kill út af því. Já, getur verið. Það er smá sárt. Já. Við erum samt sem aður þurfa þeir allavega núna að reyna aftur enda. Eru ekki með Baron eða hvað lengur. Nei, þeir eru ekki með Baron. En Baron tíminn er runnin út. En einmitt, hvað sko já, hvað gæti Whiskey gert? Það er náttúrulega frekar gott objective bounty á turretana. Þannig að þau verður að reyna að ná í turret. Það er ennþá tier 1 turret á botlininu, maður ég benda á. Já, það sem því miður, þau geta eiginlega ekki náði. Jæja, Temptation er komin í baklinu. Mjauki. Já, hann bara var fref. Legions er að ná Mjauki. Katmaniak er líka að taka smá skada. Ná samt bara þægilega að lifa þetta af einhvern veginn. Já, Dusty ætlaði ekki fully commit annað, sýnist mér. Nei. Það er ekki alveg gæla. Temptation var með flash og ult, hefði léttilega getað komist hérna á baklínuna en kaus að gera það ekki. Það ætti að taka þessu bara mjög rólega hérna. Þeir eru með leikinn í höndunum eins og er. Nákvæmlega. Seifur er ekki svo mikið skada, hann samt Siggi. Hann hleypur bara. Hann kemur svo mikið últum þeir eyða svo mikið í að það er ekki nóg Seifur. Siggi hverfur. Þetta er shutdown en fyrir hvað núna? Fyrir hvað? Þetta er smá gull og eittu Rumble, Wukong og Morgana ultíinu. Gæti samt verið alltaf lagi. Já. Þau þurfa bara að bíða í einhverja mínútu kannski fyrir næsta barda og öll þessi ult gæti verið komið tilbaka. En
Það já, 40 sekundur núna í öldunginn. Ég held að við erum ekki múin að sjá hann. Ekki í smá tíma, nei. Þetta er náttúrulega orðinn svolítið langur leikur. Já, 33 mínútur. Þannig ég held að þetta verði Elder fight og sá sem fær Elder, ef Dusty fær Elder, þau vinna. Já. Það er bara, sorry, Whiskey er búinn að tapa. Ef Whiskey nær Elder, Haldast til aðeins lengur. aðeins lengur, en það er samt, já. Þetta gæti samt verið hérna Baron Temptation hérna. Kannski er þetta bara Baron fightið sem endar þetta. Þeir veit ekki hvað hann er. Temptation er aftur í baklínni, hann er Baronin. Nei! Þetta gæti verið maðurinn sem endar leikinn fyrir þá og Temptation kemur inn, tekur niður Ryan, aðalmannin hérna. Það er ekki að vera nóg að taka niður. Restina Dusty eru hérna að bara fara að drita niður Whiskey. Og Catmaniac hérna reynir eitthvað að taka niður Dofra á móti en virðist ekki takast það. Hóistóminn. Já, kannski Dofri, tekið niður. ATC moment. Catmaniac núna ætlar líka að taka niður Hóis. Þetta er svona steinasta húrraði hans hérna í þessum leik. Ætlar sko að ná Hóis, en nei. Og þetta er að fara að vera leikur. Fyrsta tap hjá Whiskey og Dusty er komin á toppinn. Já, þetta er fyrsta lossið á Whiskey. Þetta er það sem standarlega. Já. Það er hægt að pæla í hvað fór úr skeið svona hjá þeim, en það var bara... Það var svona bara Kennen dominant, sko. Ég held að það sé mjög augljós hverju MVP í þessum leika, minnst að segja. Alveg klárlega. Þannig bara, sko, var náttúrulega Temptation var mjög sterkur í early gameinu. Já. En þessi teamfights, að nýta flashið, að koma í bakklænið, svo koma með komboð með Lee Jones, það bara, sorry, það er ekkert sem þú getur gert. Það var fallega að spila hjá honum, hann var svo mikið líkið player hjá þeim, hann var alltaf einhvern veginn, bara fór einhvern runna, beið eftir að Whiskey voru alveg allir saman, svo bara byrtist hann. Hann tekur út alla í einu og bara ótrúlega vel spila hjá Dusty, bara svona overall, sko. Já. En ég er mjög ánægð að við gátum hort á þennan leik. Já. Þannig það var mjög góður leikur og einmitt núna er Dusty í fyrsta seti so far, en það eru leikir í gangi núna. Já. Þannig við fáum ekki að sjá nákvæmlega hvað gerist út af þeim. Við erum kannski bara yfir það næsta stream. Já. En já, bara einmitt, Kennen, þetta er karakter sem maður sér aldrei, en alltaf þegar ég spila á móti Kennen finnst það svo leiðilegt að því þetta er bara teamfightin og allt svoleiðis og með Jarvan. Já. En ég vil samt gefa kredits á Ian. Hann stóð sér mjög vel, hann alveg stóð út. Já, kemur inn í liðið, svolítið nýr og í þessu nýja hlutverki og bara reynir sitt besta að halda þeim á aukstunum sínum. Og gerði sitt besta, þetta var mjög vel spilað hjá honum, en því miður þá var bara ekki, það var ekkert meira sem hann gæti gert. Nei, MVP innan Temptation, easily. Já, ég held sem bæði samanlega, þetta er einn af auðvaldri MVPs til þess að gefa þetta, hann bara stóð út sem bara most valuable player hérna í þessum leik. En ég held að það er tími fyrir smá auglýsingar, ekki fara langt, sjáumst þetta smá. Ég hata þessi
Velkomin tilbaka til G-deildarinnar. Við erum núna að fara að detta inn í Cabo á móti What About Me. Já, við erum með einmitt endursýningu, sem sagt, Já. á þessum leik. Þar sem einmitt smá útskýring einmitt á af hverju við erum að lenda í smá vesinn. Riot-klientinn var nýlega update að spectator mótið sitt sem gera það verkum að það er ekki alveg að leyfa okkur að spectata alla leiki. Það er eitthvað smá bugged. Já, sem er svo skemmtilegt. En ef við náum að sýna það eftir á, þá er það með engin vandamál. Já. En kannski að svona til að byrja með við kíkjum aðeins yfir liðin. Já. En einmitt, sko, What About Me, við erum með top lane er það Zoo, jungle er það Goon, mid lane er það Aqua Umbrella eða heitir þetta Red Umbrella in game. Bot lane er Sosa og support Red Side Hater. Er þetta að fara að vera Sosa bot lane eða er þetta einhver víxli Það er þetta, getur vel verið. Mér finnst líklegt að þetta sé sko, þetta er kannski Red Side Hater sem midlane og svo Aqua Umbrella botlane. En við finnum út í því bara í draftinu. Já. Þannig ég get ekki mynd lofið því. Nei, þetta er svolítið svona, maður veit ekki alveg hvert fara. Nei, stundum er þetta smá wild card, ætla ég nú segja. En já, við erum að sjá náttúrulega hann Sósu vera að spila svolítið svona skemmtilegu pikkin, shake og support og Heimerdinger og eitthvað þannig. Ég held að seinast að var hann Heimerdinger ef ég man rétt. Já, einmitt. Ég er mjög gaman að horfa á, sko. Þetta er skemmtilegt lið, maður veit aldrei hvað mun gerast, hvort það er bara henda sér út í turnin hjá þeim eða verða ótrúlega fett og bara óstoppanlegir. Þetta er náttúrulega spilar sem var lengi verið að spila og eru mjög góðir. Nákvæmlega. En við skoðum aðeins yfir Cabo sem er lið sem við reyndar sáum núna bara rétt á það. Já, þau voru að tapa móti ATD og þetta er, Karlmann Rekki support, þetta er hann Þetta er Novite og ég held að sé reyndar sama line-up, það er Tsingtao sem er midlane, ekki Thailand import. Þannig að þetta er alveg eins bara, ég er nokkuð viss það, ég get bara double checka því örsnögt, en bara, við sáum þá í Pinkpons stund á móti ATD þegar við lentum í smá vesinni með spectator klientinn að stríða okkur. Þá voru við að sjá Skyfer sem svona líkil spilari hjá þeim hann var á Darius. Já. Alveg rétt. Þannig að ég held að þetta verði bara mjög skemmtilega leikur. Ég svolítið langt síðan við fengum að sjá What About Me. Já. Þetta er en við ætlum bara að hoppa beinnistilegir í draftið eins og er og fáum að sjá svolítið núna líklegast eitthvað skemmtilegt. En Twitch ban. Eitthvað sem Cabo hefði kannski átt að íhuga í leiknum sínum. Móti ATD, einmitt. Twitch ban á móti myndleinar er að Ashban. Það hlýtur að... Ash er svo leiðilegur kart. Já, leiðilegt að vera á móti þessu. Þannig er enginn að spila á móti góðan Ash. Mordekaiser, þetta er á þetta er á Skyfer, minnst reyndar áhæfast að banna Mordekaiser og ekki sett nema þú sért að gera ráð fyrir hann bara pikki sett. Stundum nefnilega í drafting getur þú svolítið beitað út picks og þú gerir það með því að þú sér það eitthvað er aðalega að spila eitthvað eins og sett sem það bara þú bannar ekki sett út af því þú vilt fá hann til þess að pikka sett svo pikkar eitthvað sem er bara mjög gott á móti. Yumi ban. Það er nú fyrsta sem við ekki Yumi ban. Tryndamere ban. Þetta er reyndar áhugavert, sko.
Novite að spila support en ykkur hluta vegna þá á main accountin hans einu kartan sem hann spilar Tryndamere. Já. En ég veit ekki hvort það sé út á því eða verið, sko. Þetta who knows? Tryndamere one trick allavega hefur verið lengi. Það nú einn sem spilar Tryndamere support í deildinni en það ekki Novite. Þannig ég held við sem ekki að fara að sjá Tryndamere support frá honum. Já. Særaban hlýtur að vera bara á móti Sósu, hann Já, svolítið hann að spila skrítið, sko. En af hverju ekki Shaco-ban? Halló? Já, Erum við búin að gleyma því að hann sé Shaco-player? Já, gæti verið, erum við eitthvað svar við þér? Ég held ekki, ég veit Ding, ding, ding. að það kemur settin og sinnsá svarin í Jarvan, hérna. Erum hérna, jú, með þá Gragas inn í sett. Mér finnst það mjög þægilegt. Þú ert kannar bara að lifa af lane og eitthvað kannski að leggja sett í einhelti. Það getur verið svolítið allavega þægilegt matchup. Já, Jhin pick núna mjög snemma. Við erum búin að sjá það áður, sáum það í Dusty Whiskey leiknum. Þá var hann einmitt með Jarvan svona, til að kannski hitta aðeins meira af þessum últum. Já, einmitt. Jarvan, pick or ban. Mér langar að sjá, einhvern þarf að reikna út prósentunar eins og í auðvitað stórun. Vayne! Vaskud, held ég spilaði svolítið Vayne á tíma. Allavega, ég veit ekki hversu mikið hann búin að vera að gera nýlega, en hann var þekktur á Vayneinu sinni. Mjög aggressífur spilari hérna. Sjáum kannski einhver skemmtilegt. Vayne eitthvað sem maður sér ekki mjög oft-picked, en það samt alveg fínt á móti Jhin. Getur valdið svolítið stöttir í Jhin, þar sem hann bara með 4 auto-attacks og svo hún innvis helmingin á tímanum. Já. Þannig að Milio-ban, þetta á Novite, reyndar líka. Ég að sjá Heimer-banni líka, það mjög svona, ég held sem Vayne, þú vilt ekki vera að spila inn í Heimer-dingar, þú getur ekki gert neitt í því. Guð, já. Ekki bara Shaco-banina? Það hlýtur að vera, ég trúi ekki öðru. Nei, þeir eru bara, ok, Sósa kannski bara ekkert að fara, hann bara retired á Shaco-num? Ég vil sjá Shaco frá honum, sérstaklega bara inn í Vayne og tumblar bara inn í eitthvað box og fyrd og lendir og Jhin 12 offið. Já. Getur náttúrulega hjálpað mér mikið við það, en við erum örugglega að fara að sjá líklega einhvers konar enchanter fyrir Vayne hérna. Það í rauninni kannski eitthvað eins og Janna. Ég væri til í að sjá Janna. Ég veit ekki hvort að Novite spilar eitthvað mikið Janna. Hún samt mjög góðina. Góðin í Gragas, góðin í Jarvan. Þetta að fara að vera Nidalee support. Nidalee support? Ég held það, jú. Þetta Ég hefði ekki Nidalee top fyrir annað lið, en Nidalee já. Fyrir langa löngu Brúsi, einn þekktur spilari, var mjög þekktur fyrir Nidalee sína, sérstaklega í support og var mjög oppressive. Hvort að hann Novite getur replikið það. Shaco! Hann Shacoinn. Hann Shacoinn. Hvort að þetta eitthvað sem hljóta hafa vitað af Shaco-pickinu. Það hlýtur að vera. Sér það líka aftur, sér það búin að vera skringilega oft. Surprisingly oft í þessu móti. Þetta karakter sem ég sé aldrei in-game hjá mér. Svo hann bara pikkaður Fizz. Þetta góður Fizz. Þetta Fizz inn í Seraph. Þetta alveg skemmtilegt teamkomp hjá báðum. Hann Fizz alveg góður inn í Seraph. Seraph getur samt verið svolítið að taka sitt distance late game og verið bara í baklæninu. Já. Þetta en hvort hann spilar ekkert Fizz, hann Tsingtao, Já, minnskast þegar ég var að skoða yfir kartan sem hann spilaði, ég sá ekki Fizz, minnskast ekki í fljótubræði. Nei, þetta eitthvað sem karakterinn svo þarf eitthvað að kunna smá á allavega. Já, það líka mjög fáir sem pikka Fizz nútidags í solo queue eða í flex, hann bara ekkert eitthvað crazy góður. Nei, þeir voru eitthvað að breyta honum í þessu patchi, ég veit ekki alveg hvað. Ég held að þeir voru eitthvað að færa hluti til í einhver ratios og eitthvað. Kannski það bara, já. Kannski Capo. Já, vekk adjustment. Já, einhverja breytingar á hvernig hann spilaður allavega. Já, smá breytingar á passivinu sínu. Þau nerfuðu í rauninni hversu mikið damage 12 af hans gerir á turret. Það gerir ekki lengur damage. Ok.
kannski eitthvað af þeim svona krafti fer yfir í þá bara Þetta lukkar svolítið eins og þetta svona buff á base damage en nerf á skilling hans þannig, og einmitt já, ég sé það bara almennt það buff á base damage á ultinu hans en svo fóruð úr 80% AP scaling yfir í 60% og það svolítið sárt en þannig hann já kannski að hann þarf í rauninni, hann ekki independent á items, við skulum segja það já, en þá léttar svona að koma sér að stað eða? Já, ég held að sé bara ég veit ekki, minnst Fizz svolítið með eitt purpose og það að drepa Jhin í þessum leik. Shaco getur ekki gert mikið til þess að hjálpa Jhin, þannig Jhin þarf bara svolítið að ganga vel on his own, þannig bara good luck. Já, en þetta erfitt að vera Jhin svolítið einn og yfirgefinn og já, ég hugsa að liðið meira sig hjá Capo svolítið gott inn í einhvern eins og Jhin hugsa eins og þegar hann að últa geti komið eitthvað Nidalee fljúandi á stationary Jhin en þetta allavega að líta út eins og skemmtilegu leikur og við ætlum bara að hoppa beinustu leið inn í hann en að sjá við aðeins hvernig að spila hvað. Þetta Sarsador á miðjunni. Red Umbrella spila ID og Sosa auðvitað. Sport. Þetta svolítið, allt alltaf með VAM. Hverjir að spila hvað. Ekki nú duglegir að raða þessu upp. Nei. Heldur ekki í Capo, heyrðu. Við erum kannski að fara að sjá eitthvað eitthvað chicken veit hérna hjá Capo. Já, ég hugsa að það gætu reynt að leita einhver hérna, sýna samt bara eins og þeir eru að bara bakka. Já. Bakka hérna. En What About Me fengur samt sem aður Ward á Raptors. En við erum loksins komið með við sjáum actual line-upið hjá What About Me, við erum með Red Side Hater á top lane, Goon í jungle, Sarsator mid lane á Sierrað, Red Umbrella á Jhin og Sosa á support. En svo sem kískuðum, það var eiginlega alltaf, þú veist, ef Sosa í leiknum þá var hann support og þá var hann að peka eitthvað fáránlegt eins og Shaco support. Já. Ég man eftir þessu peki, hvort ég var að keppa á móti, það var á HR-regnum. Ég var að keppa á móti Sosa í botlininu, pikkar Shaco og alltaf eftir það, þá ég bara nei, ok, við bennum Shaco. Smátreitina, Nova tekur svolítið mikið skada, Sosa líka móti. Sosa byrjar að láta boxa í runnan. Já, það var skemmtilegt að sjá hvernig þetta eru bæði mjög unconventional support. Náttúrulega áttu sín moment í metaðinu, sérstaklega Nidalee. Skyfer taka svolítið mikið skada frá hættulega bumbu slamminu hjá Red Side Hater. Já. Þetta að leitast að einhverju meira. En já, það verður skemmtilegt að sjá hvernig Nidalee og Shaco hafa impact á þessum leik. Sérstaklega Nidalee, ég svona ekki, þú veist, þetta fínt support en ég samt ekki fully convinced að það sé ennþá mjög gott support. Það er talsvert betri picks þannig. Hann kemur svona einhver skadi, já, klárlega. Maður þarf að spila svolítið vel og öðruvísi til að láta þetta virka. Ekki Nidalee oftar picked sem counter? Nidalee reyndar komin í smá bobbaðina. Já, ég að taka Ignite'ið og exhaustið á sig. Þetta Sosa flassa, líka Red Side með ekki nóg mikið skada. Núna var skuðbara að taka niður Sosu. Þetta getur verið Red Umbrella líka, hver veit, með 4. skotið samt. Og skuðið að elta Red Umbrella reitt en barrier. Red Umbrella lifir að rétt svo nær ekki killiðin á Novite og Sosa tekin. Já, eftir þetta chase. Þetta var gott first blood fyrir Capo á Vayne. Mjög mikilvægt kill fyrir að því ég ímyndið mér að Vayne geti verið mjög huge í þessum leik. Samt ekki með þetta, sko, hún með svona 2 half supports í leiknum sínum, myndi ég segja. Hún með Sett, hún með Nidalee.
Já, ég get ekki ímyndað mér of mikið af svona flisjun frá þeim. Nei, ef Vayne á sín moments, Vayne þarf að passa sér rosalega mikið. Þar sé Westwood þarf virkilega að passa positioningi sitt. Þetta er mikið skada hérna frá Skyfair. Nú er Sarsator kannski að fara að vera í smá klandri hérna. Hérna kemur Gadget. Og eru bara að taka niður hérna. Sarsator kannski aðeins og ofalega í með við hvernig hann er að spila sér. Flattið og Skyfair er með 12 vaffið, já, léttilega nær þessari dífu. Þetta er tekið niður á Capo. Að standa sér æðislegin í byrjun. Já, Skyfair ég meina númer 1 karakter hjá honum sett. Þannig ég er nú alls ekki hissa að ég hissa að þau bunnuðu ekki sett og ég er henni pekuð að banna Mordekaiser í staðinn. Vildu allan ekki vera á mótið því voru ekki kannski með svarin? Óvætt. Orðin svolítið lári að fara að vera nóg til að taka niður. Gún rétt blassar hérna yfir og Vaskud Bró reynir eitthvað að gera skaða á mótið. Reynir að pota smá í hérna fleirana en Gadget mættur en aðeins og seint. Vaskud samt það bara hlaup inn. Þar samt eiginlega að ná í þessa skósveina hérna. Sosa og Red Umbrella getur samt bara tekið hann svolítið burtu. Gadget þarf vel að hjálpa. Það er að fara löngu leiðina og missir kanonvinjón. Og bossi. Þetta er leiðilegt hérna. Nú veit, já. Það er aðeins að stígu upp hérna í þessu aðstofarmanna stöðu. Já. Sjá hana skaða. Syngta og vera tekið niður svolítið. Hoppar samt inn. Elektrikau tekur svo mikið. Hann heldur áfram. Þetta ekki með núna til að reyna að klára Sarsator. Nei, bakkar af ymmit Sarsator að öllumleikinu með flexibility sín upp núna. Kannski ekki sitt. Syngta með flassamt sko. Gæti reynt eitthvað. Þarf að hita þessu þá deyr Sarsator. Hann ekki með Igniteið. Hann var með flass en hann bjóst ekki við þessu. Nei. Hann sker þessi fizz buffs bara að gera eitthvað, eða fizz adjustments, skulum við segja. Ég veit ekki hvort að þetta sé buff eða ekki. Þetta er buff kannski á early game hans, en ekki skillingi hans. Nei. Núna náður hérna tækni dreganum hérna. Nú er Vaskud og Gadget bara léttilega með þetta. Já. Red Umbrella ekki hana til að hendi í 12 og þá stela. Þetta er ekki Hextech-sól. Erum við einhvern tímann búin að sjá Hextech-sól í þessum leik? Ég þessi deild. Ég held einu sinni. Ég held einu sinni mitt. Skyfair. Gæti verið smá babba hérna. Já, Gún og Redside Hater. Ekkert mana hérna á Redside Hater samt og þetta gæti verið að koma að Sarsator að hjálpa. Það er þessi samt þrýrðan að drepa. Skyfair var næstu búin að drepa hérna Gúnana. Sarsator er með flass til að komast í burtu hérna. Hann líka. Sarsator gæti verið tekið niður hérna. Syngta á hérna. Fínasta counterpick að sér að. Já. Sjá þetta. 0-3 á móti hérna Fizz. Þetta er ekki góð byrjun fyrir hann Sarsator. Ég held einmitt. Já. Flott ultana til þess að hjálpa topplane en smá að gleyma að það er Fizz í midlaninu. Já, eru virkilega því. Núna gæti Gadget verið að taka niður Red Umbrella hérna, Sosa. Flott flass þannig frá Red Umbrella. Ég held að hann ætti mögulega bara að komast. Nei! Skada, Vaskud Bró flassar í til að reyna að klára hann. Það er að fara að gera Sosa hérna, er eitthvað að reyna að gera einhvern skada fyrir Gún að ná að klára. Er hérna samt á móti 3 hjá Capo Gún. Orðin hættilega lár líka. Og sýnist allir bara vera hérna með ekkert Sarsator er enda mættur. Vaskud þarf að reyna að sæstepa eitthvað að þessu. Er ekki að fara að gera samt. Hanna kemur svo mikið skaði frá Sars og Sosu, bara Vaskud Bró er eftir, er eitthvað að reyna að pota í þá en það er ekki nóg. Þetta eru 3 kill hérna, handavam. Frábært ganginni á Sarsator. Þannig að Seiko og Jarvan ekki með mjög mikið damage early game. Á minnst sko ekki nóg til þess að drepa Vayne, Nidalee og Sinsá sem voru, þú veist, já. En Sarsator mætti hana, fekk 1 kill. Út úr þessu. Það er bara mjög gott gang. Fyrst ultið fór eitthvað staðar. En hérna. Já, hitti ekki í markið sitt og getur ekki drepið Red Umbrella eins og er. Redside Hater tekur svo mikið skada hérna. Er samt Gragas, getur bara léttilega haldið sér vel á lífi. Skrítið hann að fara hérna í svolítið meira
tanki í skriðdreka bild hérna sko að móti sett sérstaklega Skyfer Capo núna, þeir eru allir núna mættir á maðkana, Sarsator líka og þetta bara núna aðalarnir hérna í botnægrinu sem ekki á staðnum. Skyfer reynir eitthvað að finna en eitthvað bara að dansa henni í kring. Hérna kemur góð risa ult frá Redside Heitir, hann kemur samt sett ölti til að taka niður Goon. Þetta að fara að vera núna Redside Heitir hérna á móti þeim og Sosa þetta að fara að vera niður. Nei, hann næra flass í burtu. Skyfer rétt svona ekki að drepa hann og hann heldur sér lífi. Sarsator að gera svo mikið skaða hérna meðan Novite og Skyfer reynir eftir hérna og þeir eru bara svolítið ennþá að dansa í kringum þá. Hann kemur Nidalee Q að fara nóg, nærunum Sarsator, það nóg til að drepa hann? Já, Skyfer! Það TP að koma inn og Gragas mættur aftur inn í fætið. Endanlegi bardaginn og Sosa enda lifandi. Hérna með box hérna á Novite, hann núna flassa, hann kemur ult frá Goon á Skyfer, Novite tekið niður á Sosu. Skyfer með risa ult til að taka niður Sosu og enda lifandi. Gadget komin líka, ætlar að halda áfram þessum bardaga, nær að taka niður Redside Heitir rétt svo ekki! Hann lifir aftur! Hann lifir rétt svo aftur. Þetta feitur Gragas hérna, heldur sér að lifa í allan þennan tíma. Jesus, hann fer úr fætið 1 HP, bakkar, TP aftur inn í fætið og lifandi aftur 1 HP. Þetta var... Nei. Herru. Þetta ekki búið. Maðkarnir eru víst mjög hátt settir hérna hjá Capo. Mættur aftur hérna á Krugs. Nei, Krugs. Þetta eru maðkarnir. Void Grubs. Void Grubs. Núna Novite hérna eitthvað kýtla Sarsator og Goon nær loksins. Nei, það er ekki Void Grubs, já. Vaskuðbró hérna eitthvað reyna að vera drefið niður og Sosa kemur hérna alltaf hjálpa Red Umbrella. Það hefði getað verið vont. Mögulega, náðu samt ekki standið á vegnum þannig það bara, ég held að þetta hefði hvað sem verið kill fyrir Red Umbrella. Óþægileg staða núna fyrir Vaskuðbró hérna. Novite svolítið bara að skilja hann eftir, leiðilega. Já, það er smá svoleiðis. Nidalee getur eiginlega ekki verið endalaust í lane. Þetta jungler. Já. Hún á að vera svolítið meira að ferðast og hjálpa til. Leiðinlega. En í þessari stöðu þá þetta svolítið sárt fyrir Westwood. Sérstaklega sem Westwood var komið með smá lead. Já, og núna þetta bara svolítið að dvína hérna lítið. Já. Núna eftir á 10 gull. Stór munur. Og núna það getur verið svolítið sárt fyrir supportana að fara. Komið smá fight inn á topplane ámandis. Já, rétt. Bara smá trade. Skyfer svona ennþá að vinna alveg í topp-bakgrunum. Sjáum hérna risa gullmun. Goon alveg með 5 kill hérna móti Gadget hérna. Risa gullmunur að myndast. Hvað líka winratið á bara Jarvan? Almennt. Því minnst Jarvan alltaf verið bara með svo mikið impact í öllum þessum leikjum. Eða í langt flestum leikjum. Heldur þetta að sjá það hérna á LOL-pitjunni hjá G-deildinni. Þar sem það fær í Champion Stats. Virkilega cool aðtöða það. Redside Heitir getur við tekið niður hérna. Últaður og bara sprengdur af Skyfer. Hann kemur Goon inn, með blast til að komast í burtu. Sann stönnaður, það fara að vera nóg. Rétt svo Goon, Gadget hoppar yfir. Novite samt næstu tekið niður. Lifir með 1 líf en Sarsator og últaður hérna. Og að fara að ná honum. Goon orðin low, Vaskuð bara að reyna að taka niður rétt svo nær hann ekki aftur. Goon hérna komin á killing spree. Oh my. Þetta svolítið núna. Þetta góð byrjun fyrir What About Me. Virkilega snúast í hag þeirra. Og Skyfer komin samt sem aðglunlíkindi með first turret. 1 million. Þannig að first turret fyrir Capo. Það nú ekkert slæmt. Eru líka komin 2 drega, þannig að objective-wise eru þið með smá lead. Já, og þeir eru með smá lead inn á með þessum dregum minna Capo, en samt eru What About Me með gold advantage-ið, þar sem þið aldrei séu bara með almennt meira farm og líka bara 4 fleiri kills. Þannig það svona útskýrað. Svona svolítið mikið á Goon eins og Jarvaninum. Það getur verið svolítið slæmt. Ef þú ert ekki
svona upp á mid-late game eða með öll killin á eitthvað carry eins og Jarvan. Hann ekki fara að gera neitt mikið. Nei. Þetta bara þannig karakter. Hann er miklu meira useful sem bara... Sósa komin inn. Það fara að vera tekið niður hérna. Með 12 rétt svo nær ekki nota. Ekki últaður. Hann að lifa. Já, hlýtur að tekið niður. Redside heitir hérna. Léttilega. Nær að klára hann. Gadget mættur á staðinn. Ætlar ekki að gera neitt. Þetta hættulega við Sósu hérna á Shaco, hann bara allstaðar. Hann allstaðar nefnilega og það mitt, Novite þarf svolítið að fylgjast með því og annarkvort matcha þessi gang sem Sósa kemur með bara allt í einu eða einmitt pressura Red Umbrella-ina í lane. Sem erfitt að gera hérna, þarf að hitta þessum kúum til að gera eitthvað skada og það getur verið svolítið erfitt. Já, og meira sem bara að vera með pressure í lane, það gefur Osgood sjans til þess að forma, að fá turret platings og svoleiðis, það getur verið mjög gagnlegt. En þeir verða bara að fylgjast með junglanum og Jarvan mjög nálægt botlane. Þeir vita samt af honum. Það ætti að vera nóg til að láta Osgood vera að bakka hérna. Novite getur verið smá klandri hérna, nei, kemst í burtu. Hún að sjá samt að einhvern hasa þetta á miðinni. Sósa aftur mættur í eitthvað lane sem hann ágætt að vera. En þetta fiskurinn. Þarf að flassa samt. Að taka svolítið mikið skada frá Sassador. Ætla líklega að fá smá damage á turretinu mid lane. Gún líka mættur til að hjálpa þeim. Novite mættur til að hjálpa Tsingtao. Já, hérna að herja á turnin. Við erum að sjá að þeir búið að taka turnin í top lane. En þannig fyrir allir skósennir hjá VAM. Og við erum að sjá þá ennþá að reyna að taka þetta niður. Gadget því miður ekki á svæðinu. Gæti jafnvel ekki niður. Ekki með úr. Happy feet! Rétt svo. Hefði hann ekki mist hérna sko nummer 3 þá hefði hann verið niður. Oh my goodness gracious. Ég hef aldrei séð þetta. Skopp og hopp og Novite komin út. Leðilegt hérna að hoppa beint á plöntuna. Já. Þetta var svolítið, þau fóru bara í sikkur áttinnar. Þetta var gott. Við erum að sjá svo mikið skadina frá Skyfer á þessa turna. Hann Redside heitir má ekkert fara úr topp akkur. Nei, hann að setja mjög mikið pressure hérna á emitt. Hann Redside heitir. Redside heitir nú ekki Redside. Þannig hann ætti vera sáttur. Já, örugglega vel glaður í þessum leik. Þrátt fyrir, hann svolítið weak side eins og Já. Kannski ekki æðislegt. En núna erum við að sjá allavega Skellrúnu hérna í top river. Hún Rift Herald. Já. Nú Skyfer samt, hann svolítið að spila hættulegan leik hérna. Svolítið framalega og gæti verið bara að fara að tekið niður hérna af Gún og Redside heitir. Meira þess að Sassador á leiðinni og þetta hlýtur að vera mjög dauður Skyfer. Voru svolítið bara að leika sér við hann. Já. Missum hérna af líka turni að detta niður í botnagrein. Sett eitthvað að taka Hullbreaker? Að minnst sko sem miður við hvernig Skyfer að spila þetta. Kannski bara smá Hullbreaker angólina. Tsingtao, þetta hérna beint inn í... Red Umbrella heitir ekki 12-hafinu. Nei. Og núna teleport að koma hérna á miðjuna frá þá Redside heitir. Þarna Gún eitthvað að berjast við Gadget, Novite líka að hjálpa hann Redside heitir sem kominn til að reyna að hjálpa og Askubró að reyna að fara að gera kannski eitthvað. Sem bara að vera sónaður eins og Novite tekin hérna af Sósu. Og Skuddi líka í smápapa hérna, Exhauster kemur í gegn. Skyfer næra að hjálpa hérna og Sósa bara blassaður hérna af Skyfer. Þarna kemur samt últi frá Jhin og Gún hérna að taka niður fiskinn. Léttilega tekið niður. Og núna þurfa það svolítið að hörfa hérna Vaskud og Skyfer. Þetta heldur áfram Vaskubró hérna næra hérna. En það ekki að fara að gera neitt. Hann bara fastur því miður í Jarvan-holtinu. Það ekki mikið sem hann getur gert. Já, meiri segja að grakka sölt þarna. Bara til vonar og varar. Sjáðu þessi bounty sína. Gún með 700 gugl shutdownina. Og núna líka Red Umbrella með hérna 300 gugl shutdown. Það bara frekar gott. Þessi leikur bara snerist alveg við hérna núna fyrir VAM. Þeir bara byrjaði svolítið að
vinna þennan leik. Já, voru svo sem eiginlega oft með lead, en núna það komið í aðeins meira convincing lead, við erum komin aftur í þennan blessaða 4K gold lead, eins og við erum alltaf að tala Já. Þessi 4K gold lead líka alltaf þetta leiti. Sarsator með frábært flastana. Skyper að leita aðeins og miklu hérna, bara vissi ekki hvort að hann væri með flass og kemst léttilega í burtu hérna. Var líka með flass en bara var ekki nógu fljótur að elta með þessu 12 Nei. Núna erum við hérna að sjá Skellrúnu vera að tekna hérna. Vem setja upp fína stöðu að taka hana bara léttilega. Heyrðu, nú veit eitthvað að bralla. Já. Eitthvað að bara glam. Já, við erum hérna með þeir eru svolítið bara að taka yfir frumskóinum líka núna, að fara núna að herja á topp turnana. Náleglegast í tier 1 og tier 2. Redset heitir eitthvað í klandri en hérna með Rod of Ages og svolítið tengi bara. Halsvið góðsandi, Nidalee kom með eitthvað sem hélega. Já, hérna Risa 12 gerist þó ekki það mikið og Skyfer gæti bara verið í vanda en það þarf að hlaupa í burtu. Nova, Gadget og Vaskud komnir en taka svo mikinn skaða hérna og hann Skyfer dettur bara niður. Nova líka svolítið hættilega stuð en hann þarf að flasha. Hann kemur Risa ult, Vaskud bara líka hittur að því eitthvað að reyna að gera einhvern skaða. Gún getur verið tekið niður, nei, heldur sér lifandi. Hann kemur barrier frá Vaskud, rétt svo lifandi nær samt að taka niður Redset heitir. Q-ið frá Sarsator, rétt svo nær í Vaskud. Já, þetta Gadget og Tsingtao lifandi hérna. En hvort ná að leita að einhverju hérna? Veit ekki hvað þeir eru. Tsingtao getur verið að lappa beinustu leið. Nei! Rétt svo missir að þeim. Rétt svo missir að þeim. Þetta samt smá gull sem fór hérna. Sosa ekki klandri. Þetta Shaco. Þetta Shaco. Einhvern hleypti Shaco í gegn fyrir hann Sosu. Já, ég þarf eiginlega bara að sjá leik þar sem hann tapar á Shaco. Þetta svolítið bara. Þetta svo leiðilega karakter. Ég alltaf að segja þetta með mismunandi karakter. En Shaco, það bara hvað átti að gera. Ég veit það ekki. Hann svo cheeky í lane og svo hann allir komið mid lane að ganga. Já, og bara sér hann ekki einu sinni. Þetta bara leiðilegt. Nei, svo fer hann alltaf AP. Þannig að halvt lífið þetta farið eftir eitt lítið box. Hérna Atgeir núna svolítið að vera contested. Og erum að sjá, Sosa hérna tekur í burtu á Vision. Tsingtao eitthvað að fela sig hérna. Samt spottar að kúinu frá Jin. Og núna þeir svolítið að missa bara præjó hérna. Og Vam getur léttilega byrjað. Taka Atgeir. Já. Þeir hafa ekki hugmynd hvað í gangi hérna og mér sýnist eins og þeir ekki að fara að gera neitt. Þeir ætla bara að gefa þetta. Þeir ætla bara að gefa þetta. Já. Eitthvað mikið sem þeir geta gert, svona realistically. Þau eru, ég meina, ég held ef þau myndi að reyna að force a fight. Þau myndi tapa á minnskosti top turret og inhib sem gera verkum að þau eru komin í svolítið hættulega stöðu sem, verri staðan þau eru í núna. Já. Ég meina, What About Me komið með helmingi fleiri kills en Capo með 6-7 K-gold lead. En Já, þetta grimm staða hérna. Og Capo svolítið svona detta svolítið úr þessum leik. Maður veit ekki alveg svolítið svona hvað eins og til dæmis Nova getur gert hérna á Nidalee. Þetta svona Shaco bara betra cheese pick eins og hérna. Já, ég ekki nóg convinced með Nidalee en bara að flassa hérna. Flassið. Það bara Gún kemur hérna frá þokunni og ekki mikið sem hann getur gert. Nei. Það líka engin leið fyrir. Redset tekur blue. Það eiginlega engin leið fyrir Novite til þess að hjálpa þeim nema bara að gefa smá heal og Novite í svolítið döður þannig. Já.
Hann var tekið niður af Red Side heitirina sem náði að spotta hann og ekki mikið sem Novite gat gert. Nei, því miður. Gadget og Tsingtao reyna að taka niður turn hérna en hann Red Umbrella byrjar að últa. En þeir koma samt upp með þetta frekar léttilega og meira sér Skyfer nær turni hérna einhvern veginn. Þetta að gefa dreka í staðinn? Kappa búin að vera mjög duglegir að taka hérna turna. En er það nóg? Gadget. Olti kemur í gegn frá Starsator. Ég með últin, það frá nóg. Red Side heitir eitthvað að reyna að elda. Að býða eftir flassið. Starsator, síðasta. Rétt svo nær Gadget. Beið bara einmitt eftir oltinu. Svo leysir bara á hann og bara nær honum rétt svo hann í endan. Já. En við erum hérna að sjá annan Chemtech sál hérna, uppáldi. Jesús. Þetta heldur bara áfram, efnir ég var ekki sem að taka eftir því. Bara, með... Hvenær fáum við ekki Chemtech sál? Við erum ekki það heppinni. Hérna er Novite og Voskup náð af Goon og þetta eru mjög down í botlinn líklegast hérna. Þannig kemur til að slóa hann og Q frá Starsator til að klára hann. Voskup búinn að nota flassið, hann er bara... Það er bara því miður, Jarvan, ef Jarvan ef hann sér þig á skjánum, þá ertu dauður. Sorry. Skyfer hérna að spila svona, eins og hann er með Hullbreaker. Hann er ekki búinn með hann turn. Ok, hann er búinn með hann turn. Red Side heiti getið, ég er að segja að tekja hann niður hérna. Já, hann passa sig. Já, með flass, gæti reynt. Ég held að hann sé að elda. Að elda, virðist eins og hann er ekki búinn. Nei. Skyfer ætti ekki að vera að stoppa á svona og reyna að berjast við hann. Og stæðbrekerið á meðan. Og þau eru bara að taka Baron, ok. Meðan er Baron að vera tekinn og já, Skyfer það bara að lappa alla leið tilbaka. Novite kominn en hvað er það Novite að gera? Hvað var þetta? Þetta var langa lappið á Red Side heitir og Skyfer. Því ekki að bakka. Nei. Og núna erum við að sjá Baron bara í höndunum hjá VAM. Og gullið komið svolítið hátt núna. 9k, eða svona 8k. Cirka. Og þetta er svolítið á, Jarvan. Og eitthvað hérna í Jin. Og auðvitað Sósu hérna, Shakeonum. Og já, nú er Skyfer að fara að vera náður kannski af Goon og Red Side heitir. Ná, hann ekki að bakka. Þetta er svo stórt. Það gerir svo mikið skaða þrátt fyrir að berjast við alla. 4 botlane. Skyfer því miður hérna einn í heiminum og bara, tekið niður af öllu liðinu hérna hjá VAM. Og eru þeir núna að herja á þessa Hemil-turna hérna. Á þessa Hemil-turna? Já, inhibitor Hemil. Já. Ég var búinn að gleyma því. Hemil-turnanir hérna og Hemilinn að fara að tekja niður hérna í botlane. Og þetta gæti bara verið svolítið erfiður leikur núna fyrir Capo. VAM eru svolítið að stjórna ríkjum eins og er. Ég veit, eru komið með botlane inhibitor ætla ekki að enda alveg strax. Ætla að taka þetta svolítið bara safe and slow. Vilja ekki gefa Capo einhvers konar sjans í lead. Eru náttúrulega hérna Goon með ennþá 700 gull shutdown og Starsator með 650 gull shutdown. Þeir vilja nú alls ekki gefa þeim þetta. Nei. Red Side heitina er rosa flottu hérna og ulti Novite næstu tekið niður rétt svo einhvern veginn lifandi. Nær að komast í burtu en á meðan Red Side heitir getur við tekið niður að hérna Ignite-inu. Já, Tsingtao nær að taka niður. Hérna kemur risa klöpp frá Skyfer en það var enginn að það til að followa því upp. Og restin af liðinu getur dettið niður hérna Red Umbrella að reyna að helda Tsingtao hérna. En Novite og Gadget reyna að halda hann lifandi. Red Side heitir dó hérna og Skyfer líka. Núna ætlaði bara að herja hérna á turna. Geta þeir endað hérna? Nei. Það er svolítið hættulegt. Gadget gæti bara hoppað hérna inn. Já, ég held að vilja gera það. Hann er að reyna hann, kemur hann á Starsator. Sem að taka svo mikið skaða hérna á móti. Goon gerir rist á hann og hann Tsingtao tekið niður hérna kjölfarið. Voskup sidesteppar og hittir það þá Gadget. Og núna þetta orðið grimt. Hann Novite orðið svo lár. Rétt svo hoppar í burtu úr sér að tvöldrafinu. En ég held að þeir eru bara að fara að enda hérna. Þetta hlýtur að vera leikur hérna Novite að reyna eitthvað
halda sér lifandi, Voskut líka, en Skyver kominn, en ég held að þetta hlýtur að vera bara leikur risana últ í endanum, Já. En Þetta leikurinn að fyrir What About Me endaðina með 33 kills á móti 14. Já, og Frábær leikur, það bara, já. þetta eitthvað sem, Vam held ég þurfti að vinna allavega þennan leik til að halda sér inn í baráttunni, komast í playoffs. Ættu held ég að vera confirmed eftir þetta vinn í playoffs. Þér held ég eina próbrit kemst ekki. En við ætlum að tala aðeins um þennan leik. Hver gæti verið MVP? Já, MVP. Sko, mér langar að segja Jarvan. Já. Að því meðan hann var svo góður í að fókusa bara Voskut. Tók bara alla sensa til að hoppa inn og mér fannst hann bara almennt sér bara spila mjög vel. Já, hann var að spila mjög vel, Gún var að setja upp alla þessa barda og hélt bara tempónu svolítið áfram, var alltaf að hoppa inn, reyna að ná Voskut eða Novite, báðum í ulti sitt og bara liðið sprengdist eftir það. Já. Ég hugsa alveg að Gún væri klárlega MVP hérna. Meðan Red Set heitir samt og Sosa standa sig mjög vel með að við erum bara allir í What About Me með eins og Red Set heitir stóð sig mjög vel með því að halda Skyfer frá því að bara enda leikinn topplane. Það maður þarf svolítið að benda á þessa topplanina sem þurfa að vera svolítið oft bara topplane. Að passa hinn topplaninu sé ekki að enda leikinn. Já, nákvæmlega, þetta svolítið vesen bara með þessa splitpushera, þeir halda bara áfram. Já, það mjög þreytt að díla við á. En þetta Shake og Pick, Sosa, ekki bannað. Nidalee pickið ekki alveg nóg convincing. Ég var ekki hrifin að því, bara frá draft, ég bara skil ekki alveg ástæðan af hverju. Já, þetta var svolítið furðulegt, þetta var svona, maður sá þetta, hvað ætlar hann að gera og hann gerði ekki neitt. Minnst hún miklu ofta pikkuð sem counterpick, nema mér fannst hún ekki meint hjálpa neitt hana. Að því aðal ástæðan af hverju Voskut var alltaf að deyja, var út því þau voru ekki með neitt PL. Nidalee ekki með PL. Skyfer var oftast top lane, var stundum í teamfights, það var ekki pílana til þess að hjálpa. Nei. Þannig að Voskut var alltaf döður ef Jarvan var á skjánum með ult. Þannig. Já, þetta leið svolítið eins og að hann vildi bara spila Vayne og liðið hans vildi ekkert endilega vera eitthvað. Vildi ekki spila í kringum hann. Nei, það var smá svoleiðis. Það svolítið mikilvægt að já. Eða svona tala það. Já, klárlega. Ég hugsa að eftir þennan leik erum við víst að fara að sjá hvað er það? Ermgrísirnir. Ermgrísirnir, já. Það mitt út af spectator-visinu, það var náttúrulega smá delay á dagskránu okkar, en við ætlum að streama alla leikina. Já. Þannig að næsti leikur bara Erm á móti grísirnir. Það er svolítið langt síðan við séð grísirnir, það ekki svo langt síðan við höfum séð Erm. Nema ég sé Bölla. Ég held og gæti verið það Bölla. Ég ekki viss. Mögulega. Held að þið voru svona svipum tíma. Já, ég held að. Það var með sem alveg slatti langt síðan. Ég man ekki fulli hvernig leikinir fóru. En Erm búin að vera standað sér bara frekar vel. Þau áttu svolítið rocky parts þannig í byrjun, en eru búin að koma sér aftur inn. Já, þeir fóru í smá liðsbreytingar sá ég. Þeir komið nýjan ADC í stað Koaru. Þeir komið einhvern sem hét For Fun CEO held ég. Já, ég held reyndar að Koaru sé að spila í þessum leik. Gæti það verið? Ég held það. Mér sýndist það í challenge mode. Þannig spennandi að sjá. Ég held að þetta gæti verið leikur fyrir þá ef þeir vinna. Ég ekki alveg 100 á því, en ég það fer svolítið eftir, við erum ekki múin að skoða það. Nei, það fer eftir hvernig jötunleikinni fara, en þetta sem sagt held þetta jötun og sem væri að detta út í staðinn fyrir Erm. Já, einmitt, það væri eitthvað svoleiðis swap. En já, við ætlum að taka einmitt bara örstutta pásu. Já, við ætlum að áður en við hoppum inn í síðasta leik kvöldsinn sem Erm á móti grísirnir, þannig alls ekki fara langt. Nei.
Velkomin aftur og við erum bráðlega að fara að sjá seinasta leik á stream í Groups. Já, við erum að halda utan schedule okkar, þannig við ætlum að klára þennan leik, klára schedule okkar segi ég, með Erm á móti Grísinir. Já. Það sem já. Þetta smá svona sem underdog saga hjá Erm núna, þar sem þeir eru búin að vera bara að vinna hver einasta leik og voru áðan að vinna Jötun sem var alveg vætaleikur fyrir þá. Aha, vá, það ekki ekki. Þar sem núna þetta svolítið ef Jötun tapar sínum leik sem þeir eru á móti Capo núna og Erm vinnur núna Grísina, þá kemst Erm áfram í stað Jötun sem alveg risastórt. Spennu. Þannig, þetta var definitely leikur sem við vildum horfa á því þetta mjög mikilvæg leikur fyrir á minnst hvað sé Erm og já, leikmenn sem við erum ekki búin að sjá í smá tíma. Já, nákvæmlega. Þannig að ég bara mjög spennt og þetta mynd aftur undursynning og þú spært þetta vissinu, en við erum ekki búin að neina spoilers, ég lofa. Já. We know nothing, skilur. Við veitum ekki neitt. En já. Já, kannski að við kíkjum smá yfir liðin ef við erum með grafíkina. Leikmenn kvöldsins við erum með Grísinir, það Huffinator í topplane. Jungel það Sus. Midlane það Óðinþór. Botlane það Sarkjól og support það Steel Crusher. Já. Eða 5 Steel Crusher. Þetta lið sem við höfum, við sáum alla þessi spilar að spila áður fyrr á streymi. Mjög snemma. Já, ágætlega snemma, ég held að það var streymi númer 3. Þar sem þeir stóðu sér frekar vel, en ég held að þeir gætu hafa tapað leiknum, ég ekki viss. Já, ég þór ekki alveg að segja. Ég manna ekki alveg, en ef við hoppum bara yfir í Erm, ég held að henni séu nú með svolítið breytt line-up en hefur verið. Við veitum að minnst að segja að það hjá Erm, það Psyop Sophie, top lane. Já, það Jungle það Green Kachu. Midlane reyndar ekki Freyja, hún ekki að spila í kvöld. Það For Fun CEO sem að spila. Já. Kowaru botlane og support Burrito 125. Þetta þetta gamla botlane mitt, komnir aftur. Ekki, úr Pingu, Pongo. Jú, Pongu. Já, same thing. Jú, þar sem þeir voru æðislegir, Kowaru náttúrulega nón fyrir æðislega farmið sitt á tímanum. Það var aðalástæðan okkur í vildan liðið mitt. Það var með eitthvað 11 CS per minn. Ég veit ekki hvort hann með það lengur, en þú var bara að fylgjast með því og sjá hvort það sé washed í the forming department eða ekki. Ég spenntur að sjá strákana rúlla upp bollin. Ég ekki bæjast Nei. Alls ekki, en já, líka gaman að sjá For Fun CEO sem búinn að vera að spila ADC í stað Kowaru að slatta leikjunum allavega sem ég fylgjast með. Okay. Heldurðu að Kowaru gæti verið að fara midlane? Hann hefur verið að spila mitt á því. Ég veit það, en það að því For Fun CEO hefur verið að ganga svo vel á ADC. Já. Getur vel verið að hann sé bara ADC ennþá með Burrito og við fáum að sjá Kowaru á midlane. Já, hann þekktur fyrir, held ég Akali, ég held að hann spilaði mjög mikið Akali mitt. Kowaru? Kowaru, já. Maybe, ég veit það ekki. Allavega áður en hann fór yfir í ADC, þá var hann að spila eitthvað svona playmakers og eitthvað. Ég man ekki hversu góður hann var á þeim, en hann var að spila það. Örugglega bara fín. Já, örugglega bara fín. Ég minna. Hann með sína takta á rofi seiðkjarlana. Ég spenntur að sjá hvernig hetjuvalið fer. Hljótum að fara að bráðlega að byrja það. Það bara spurning hvenær það verður tilbúið. En já, Erm eins og þú sagði, búin að vera svolítið underdogs nýlega í byrjun. Í byrjun, já. Þau voru svolítið mikið að tapa í byrjun. Já. Tóku svolítið samt bara svona dung. Já, bara byrjuð að... Og við erum að fylgjast með hvernig leikinn að fara og svo sjáum við bara, Erm var að vinna þennan. Erm var að vinna þennan. What?
að þeir eru töpuð svo mikið í byrjun. Já, og heldur voru 1-5 eða 0-4. Já, alveg svolítið mikið erfibyrjun. Þetta voru bara warm-up leikir. Þetta voru bara warm-up leikir. Þannig þeir eru warmed up og komnir sterkir inn. Já. Það er bara spurning hvort það eru nógu warmed up til þess að vinna grísinir og komast áfram í playoffs. Er það ekki bara, ef þeir vinna þennan leik, komast þeir áfram í playoffs? Ég veit það líka að tapa móti Cabo. Cabo þetta svolítið þar sem þau unnu Jötun þá eru þau með head-to-headið, þau verða jafnir í standings og Erm kemst áfram. Okay. Það er risafall fyrir Jötun þar sem þeir voru topp 4 lið lengi í byrjun. En við hoppum bara í draft. Erum við grísin blue side og Erm red side. Já. Spurning hvað fyrsta bann ætti að vera, ég er að giska mér langar að sjá Liljabann. Ef þú ert ekki búin að Lilja á móti Erm, þá ertu að gera eitthvað vitlaust. Já. Eða þess að Bræjar. Bræjar. Bræjarbannið. Að Green Kachu, mjög mikið Bræjar megin. Já. Bara spammar Bræjar. Grísirnir, ég er ekki alveg 100% viss hvað gæti verið gott að banna á móti þeim. Nei, ég veit ekki hvort þeir eru eitthvað þekkti fyrir eitthvað sérstakt en þeir hafa verið að pikka upp allavega wins hér og þar. Þeir voru alveg allavega ofarlega í neðri kantinum, eru held ég bara einu sæti og eftir Erm eins og í stöðunni. Jú, það ekki. En þeir alltaf að taka Kæsabann, það er bara klassík. Held að það var nefnilega Kæsa spilu hjá Grísunum seinasta stream sem við sáum. Já. Og það getur alveg vel verið og Sarkjól spilar mjög mikið Kæsu, þannig mjög skiljanlegt bann. Ég held að Sús spilar af hverju finnst mér eins og ég kannski bara röglast, Sús spilar meira eitthvað eins og Jarvan, þannig kannski bara Jarvan bann Já, ég meina Jarvan þarf að byttast. Væban samt á Green Kachu er áhugavert because að því ég hafði eitthvað búist fyrir eitthvað við Kindred bann. Já, Væban er alveg gott, en Kindred er númer 2 hjá Green Kachu. Eiginlega. Getur nú ekki verið 3 bann á Green Kachu? Ég reyndar mann eftir því, en að Bard-playerinn. Já, vill ekki vera á móti Bard. Það er leiðilegt. Þetta er svolítið öðruvísi playstyle og maður þarf svolítið að spila. Það var einmitt hjá Steel Crashers. Spilaði svolítið by Pike. Já. Særa. Já. Var að brainfarta með nafnið. Mel. Já, hvort að þetta er eitthvað sérstakt target eða hvort að þið vilja bara ekki spila á móti Mel. Hver nennar spila á móti Mel? Let's be real, Já, leiðilegt. En seinasta banni hjá Erm, þetta hlýtur að vera eitthvað, kannski eru þeir að fara að targeta meira á botn akreina, eru kannski ekkert að passa sig ómikið, banna Pike kannski. Það getur verið, Pike getur verið svolítið hættulegur. Særabanni kemur ekki, það er nefnilega sumir enn að spila á móti Pike, sumir ekki. Ég persónulega, ég er svolítið neutral þegar kemur að spila á móti Pike. Særa samt sem það hún er leiðilega innlegin, en þú getur dílið við hana. Mid-late game er þegar hún verður rosalega leiðilega. Já. Þannig sérstaklega, hún mun alltaf byggja eitthvað eins og... Morgana first pick. Þetta hef ég bara aldrei séð. Þetta hlýtur að vera eitthvað præjó hjá Grísunum, viltu virkilega ekki að Erm tæki. Eða flex pick. Já, gæti verið. En alveg erum búin að sjá Morgana mid í dag. Hjá honum Siggi V2, þannig að þetta getur verið bara Morgana mid. Þetta sýnist mér eins og gæti verið for fun CEO að spila botn agrina þar sem hann er búinn að vera að taka mjög góða Felios-leiki. Þó Kvaru getur alveg spilað að Felios, þá er ég búinn að vera að sjá for fun CEO svolítið vera að... Svolítið vera að dominita á annan Felios. Já. Heldur þú þá Lilja... Þau bönnuðu ekki Lilja? Nei. Byrju, ég var að taka eftir því núna. Ég sagði þetta bara alveg í byrjun. Lilja bann á móti Psyop Sophie. Nei, ekkert Lilja bann. Sophie er náttúrulega bara... Hvernig fær hún alltaf þessa Lilju? Hún fékk Lilju líka í leiknum sem við horfðum á til að byrja með. Það er að segja þannig fyrir langa löngu. Og ég sagði líka þá,
þetta bara Lilju, það númer 1 karakter hjá Psy Up Sophie, hún spammar Lilja topp. Já. Þannig annarkvort þetta komið, þú tilbúin með counterpick, eða þú bara, ég get höndlað, Lilja topp, en Sophie og Lilja topp hans öðru sem mál. Jarvan, Jarvan. Jarvan komin aftur, við erum að sjá þetta Caitlyn Morgana líka, þetta ástæðan okkur að vildi taka Morgana. Jú. Þeir ætla svolítið að vera leiðilegir. Þeir eru að henda hérna í bara öll stóru völin sín hérna. Þeir eru með Aphelios, Lilja og svo Kindred hérna sem við varst að tala í frumskóinu fyrir Erm. Kindred, mitt. Þetta mynd bara topp karakterina hjá Green Kaiju og Psy Up Sophie, Lilja og Kindred. Náttúrulega Briar var bannaður af Green Kaiju, þannig Svo erum við að sjá þetta 4 bann. Ég held að Grísinu voru eitthvað að spila það. Og þeir vilja bara ekki vera móti sérstaklega núna eru þau með Lilju pikki hérna þægilegt. Einmitt, þau geta svolítið skipulagt eitthvað svona counterbands Riven. Já, þetta passar. Þetta eitthvað svona sem getur svolítið bara farið á Lilju og sprengt hana. Riven hún er sticky karakter. Já. Lilja með rosalega mikið movement speed, en ef þú ert rosalega sticky karakter, Lilja fær ekki alveg beint að gera mikið. Ég hugsa Bessa geti verið góð hérna kannski hjá Grísunum inn í þessa Lilju, en já, öll þessi dashes gæti alveg hjálpað. Eitthvað, þeir ætla bara að hendi í og Alistar hérna. Það er enda svolítið bold pick á móti Morgana Caitlyn finnst mér, að það er samt alveg fínt pick, að því Morgana ásvöldið er með því að spellsílda Alistar. Já. Og það er ná mjög gott timing. Brand midlane er eitthvað sem ég sé aldrei. Já, það er furðulegt, en og hvað samt í toplane? Er með svar fyrir Brand midlane? Það er spurning. Brand LeBlanc, ég veit ekki. Er þetta Quaru og LeBlanc? Já. Mér sýnist eins og ert að dáta þetta hérna. Nei. Ég hef bara aldrei séð Quaru held ég á LeBlanc. Ef þetta er Quaru og LeBlanc þarf að segja, kannski er þetta Quaru á Aphelios. Who knows, we'll find out. En já. Þetta er eitthvað svona, ég held að það geti spilað LeBlanc. Mér líður eins og það er eitthvað í Já. Eitthvað sem LeBlancin í Brand samt. Er það eitthvað gott? Sko. Ég er að hugsa og ég veit ekki hvort ég sé nógu convinced að það sé eitthvað gott pick. Brand er bara, ég veit ekki. Hann er með rosalega gott wave clear. LeBlanc er með umurlegt wave clear. Hún er með það umurlegt wave clear. Þú þarf stundum að olta til þess að wave clear á LeBlanc. Já. Og það gera flest karakter að stundum, en hún þarf að gera ákveðlega oft í early game. Þarf svolítið hjálp kannski svona snemma meir. Brand er nefnilega ekkert eitthvað með escape endla í gengum. Nei, hann er immobile sem getur verið mjög gott fyrir LeBlanc og LeBlanc er svolítið ungankable. En ég mynda mér svona level 6 ef LeBlanc er ekki completely burstað niður þá er Brand bara að fara olta fram og tilbaka. En við ætlum núna bara að hoppa inn í leikinu og þá fáum við að sjá hverjir er að spila hvað. Alltaf spennandi og þetta er Quaru LeBlanc. Þetta er Quaru LeBlanc. Ok, spennó. Já. Við erum að sjá hérna Óðinn Þór á miðjunni sem Morgana. Þetta er ekki að vera Caitlyn Morgana eins og maður myndi halda. Nei. Og Morgana er sögulegt counterpick í LeBlanc þar sem ég er nokkuð viss að EDG tók þetta móti LeBlanc Faker einhvern tímann fyrir langa löngu. Já, þú meinar. Og þetta er sem sagt bara... Þetta var flexpick. Já. Þetta var flexpick. Þetta var eitthvað risa skák hérna og hvað þarf svolítið bara að... Já, ég veit ekki. Ekki að deyja. Ekki að deyja og... Það er svolítið að spila passíft, að ég meina að Morgana getur spilað sitt, eða þjá LeBlanc. Og að ef LeBlanc er ekki gegn og Morgana með spelsíldið, hvað ættir að gera? Það getur verið svolítið erfitt. Það getur verið það, sko. Þetta er alveg frekar standardbyrjun allavega. Já, bara eitt lítið 5 point fyrir með Wars hérna á nálægt Raptors fyrir samt Erm, bara þess að passa það sé enginn að veita.
Það enda Warden á Raptors, Enemy Raptors líka. Já, við erum að sjá hérna bara, mjög. Bara róleg byrjunina. Sjá hérna Óðinn Þór svolítið vera að, eitthvað að farma. Þetta verður skemmtilegt. Lane handa Quaru. Counterpickaður Óðinn hérna. Já. Veit ekki hvernig Cassante inn í... Ég held að það sé ekkert eitthvað, þetta ekki verstapickið. Gott öllleikinn. Þetta gott trade í byrjun, fá Electrocute proccið með 12 vaffið. En ég held nefnilega Cassante Lilia, sé ans meira Lilia favorite. Þótt að Cassante alls ekki verri. Quaru nýta, Q fyrir eitthvað staðar út í loft. Já, þetta eitthvað sem Quaru þarf að gera sko, svona, hann þarf að byrja svolítið að leggja Óðinn í einelti hérna, þar sem eftir Óðinn fær smá item og levels, þá þetta að fara að vera svolítið erfitt að vera í lane. Já, getur líka nýtt 12 vaffið sitt til þess að svolítið djúka Morgana 12 vaff. Við erum að sjá hérna skemmtilegt lane fyrir Burrito hérna að vera svolítið... Þetta enda miklu auðveldara lane fyrir Philios Alistar. Já. Ég meina Morgana, Caitlyn, sko, Brand getur verið svolítið leiðilegt einmitt við Alistar í fyrstu levelin, en ég held samt leið og Alistar nær fær sjans til þess að hoppa inn, þá ætti Brand eða Caitlyn að vera bara döður. Þau þurfa ekki með þetta auka píl, þau eru með stannið frá Brand, en það nóg? Ég held ekki nefnilega. Nei, ég bara... veit ekki með hann, hérna Gringachu komin hérna og þetta risa 2 Q beint á Steelcrusher, gæti fyrir smá vanda að Gringachu komin á startgjól, en þetta var að vera líklega annarkvort Burrito eða Steelcrusher teknir niður hérna, Gringachu að reyna eitthvað að vikta. Orangu Mangu svolítið mættur, getur verið hann á hoppinina. Burrito með frábært flash, fattar sem það ekki að Jarvan rétt þannig. Burrito, þú ert rétt svo að fara að vera tekið niður hérna líklegast. Nei, samt ekki, Gringachu þannig mjög lársamt, getur eiginlega ekki að halda áfram. Burrito kemst upp með þetta. Sús og Sophie getur þið tekið niður í þetta var aðeins og djart hérna hjá Sophie. Þetta var svona low-key reynst átó. Þarna kúið á Quaru. Tekur svo mikið skada. Þetta er sárt sko. Ég kemur í gegn. Ég veit ekki hvort þú vilt taka svona mikið skada hérna. Þetta er bara að taka bakk hérna. Ég með TP. Kemst alveg upp með að bakka hérna. Veifið ekkert of skelfilegt eins og þarf bara að... Þetta nýr djungler ekki satt. Var þetta Orangu Mangu? Já, mér kannast ekki við það nefnilega. Ég man ekki hverju hérna var í frumskoðunum seinast, en þetta var ekki hann. Var það ekki hérna... Ég man það ekki. Gringachu vill ná í þennan skattól fyrir hérna 1 stakk. Komin með það. Komin eitthvað að Gringachu samt tekinn hættulega niður. Rétt svo dodger Morgana Q eða hana. Quaru komin hérna líka. Samt stönnar hérna af Steelcrusher, tekur niður helmingin af lífinu sinu. Ekki að hitta neinu og Orangu Mangu samt tekinn niður. Burrito. Já, Burrito fekk samt killið. Já, það var óhefilegt. Þetta samt dáinn frumskómaður hérna hjá grísunum og... Það skiptir mestu máli. Forfancy að fá... taka smá skada hérna frá Caitlyn. Ætla bara að reyna að klára að posta þetta wave inn og held ég að... reyndar. Burrito eitthvað að... Sóna Steelcrusher og... Já. Veist ekki að... Þetta kombo líka hjá Philios gerir svo svakalega mikið damage. Minnst þetta eiginlega talsvægt betri kombo en hvíta rauða að mínum mati, en hérna... Hann kemur Burrito og nær flottu hexpassi og Fito Warfare claimað. Þetta núna Burrito og Forfancy aðeins að sína af hverju þeir eru búin að vera að vinna svona marga leiki. Já. Og ég myndi bara Forfancy strax flasharinn líka með ætlar ekki að leyfa Caitlyn að lifa það á hana. Komin strax bara með 2 kills, þetta botlane byrja vel. Og já, Drekinn, hashtag Drekinn, afturmættur. Þetta að fara að vera annan Captain Texal? We will find out.
Það alltaf gaman að fá aðra efni sál og þetta Ég væri segi- þá 3. eða 4. þannig sál í dag. Já, ég held að það var Cloudreki í ATD á móti Cabo-leiknum. Já. En ég reyndar að setja gísk að þetta verði Infernal Soul. Já. Það mitt gísk. Nei, ég er svona að fá svona Mountain Soul Ok, vibe. já, Mountain Soul vibe. Ég er að hugsa sjóinn. Já, ok. Sjáum Særún bregðast leiks sem ég ætla ekki að ska. Burrito mættur. Aftur nær smá skaðinn á Steel-Crusher. Gætur svo tekið niður kjölbarið er svolítið lág. Steel-Crusher samt tekaður og Igniteið er að fara að ná honum. En þetta er Orango Mango og Sarkiol að taka niður Orphan CEO. Smá gullina tilbaka til grísina. Já, náið mitt hann var ekki með shutdown. Er það ekki? Af hvernig finnst mér eins og að Philios hafa verið með shutdown? Kannski. Kannski, ég er bara byggla. En við erum aftur með stakkina á topplane-skáttul fyrir Kindred. Data rétt svo heitir. Þetta er gaman. Green Kachu samt sem er mættur. Er samt ekki með neitt til að taka niður Óðinn Þór Nei. Steel-Crusher samt byrjar eitthvað að Þeir eru tveir, Koaru. Gringachu er ekki með úr er bara Tekin. Var svolítið greedy fyrir þetta stakk og flott róm hjá Steel-Crusher. Það er nefnilega mjög mikilvægt á móti Kindred að support sé að róma svolítið mikið í kringum þessi stacks. Að því ef þú það er svo predictable að veita hvað Kindred fer með þessi stacks og það er svo mikilvægt að ekki lefa Kindred fá þetta lead. Að því 4 stacks á Kindred er bara, það skiptir svo miklu máli. Sérstaklega bara í early gameinu. Já, vonandi svona fyrir þeirra hönda. Gringachu næði kannski eitthvað að ná eitthvað að þessum stökkum. En þetta er allavega að fara að vera hextag rekin teki núna. Og við erum að sjá, þetta er að fara að vera Ocean Dreki næst. Og ég er rangt fyrir mér. Núna samt. Sophie berjast við Zeus, er með Ignite á honum, þetta er samt mjög lág Zeus, Gringachu komin líka, er ekki með markið en þetta hlýtur að vera döðu Zeus. Þannig er Lilja gameplay svolítið að koma í gegn. Hún bara hleypur og dodgar allt. Já. Hvað samt það að gera? Ekki mikið, ég er líka mjög athugavert hérna, Zeus er með aftershock á Já, þú meina. Sem er svolítið Orango Mango mættur. Og komin þetta risa AOE hérna og þetta eru báðir Orphan CEO og Burrito teknir niður hérna. Erum við bara. Aftur á móti er samt Voidgrab sem fyrir að vera tekin hérna frá Erm. Sophie hérna og Gringachu eitthvað að taka á niður allavega hljótan á þeim öllum. Óðinn Þór hérna getur ekki tekið það niður að finna þetta Lexild hérna og við erum núna bara að dega mútið Minions. Ég veit taka svolítið mikið skada hérna frá Minions. En Burrito er enda mættur hérna midlane. Morgana er að fá spillsíld núna eftir nokkra sekundur. Orphan CEO, þetta er byrjað að vera svolítið hættulegt fyrir Orphan CEO, er næstu búin að taka niður Sarkiol á móti. En núna er Orango Mango bara að taka allt kampið á hérna Green Kachu. Já, þetta er alveg núna hörmungar fyrir Orphan CEO og Burrito þurfa virkilega að koma sér aftur inn í leikinn eða ætla að hafa sjens. Þetta er mjög góð byrjun fyrir hérna grísirnir. Aftur á móti samt eru með svolítið mikið scaling comp með til dæmis Philios og Kindred. Já. Ég myndi segja að grísirnir séu með hann sem er early game. Með eitthvað eins og Caitlyn og hérna Jarvan. Já. Það er aðeins auðveldari early game þar. Já, og eru svona aðeins að sína smá takta með þessum gangum frá Orango Mango. Hún er Sophie eitthvað nærastaka konkurur, er samt að móti svolítið tengt Svolítið damage. Koaru hérna er að fara að vera tvöfaldaför. Þetta er erfitt lane. Já, þetta er mjög erfitt stað. Því ég mynd Morgana getur líka wave clearað af nú lane með tvöfaldaför sitt. Þarf varklega eitthvað meira. Þannig Koaru er alltaf að lenda í því að vera með ekki neitt prio, áerf með því að fara inn að því Morgana er með E sem er bæði spell shield og líka magic damage shield. Það er opið hérna fyrir Sophie, er svolítið að leika sér með Zeus. Ætla bara svolítið að leika sér, síðan sem er. Tekur smá törru damage samt. Alltaf leið. Sophie hérna aðeins að sína takta, en Orango Mango, þetta er maður leiksins hérna.
svolítið að reyna að koma öllum af stað. Gringachu komin að líka topplið mapsins. Buno og Rangumangu hoppa inn. Sophie aðeins og framalega þarf að flassa en þá er Sophie ekki með flass til að komast hér út og að fara að vera tekið niður. Hún oltar aðeins og seint. Þeir eru bara sofandi að nýra ólega heitum. Já, Rangumangu enda sér í mjög fín gengs eins og Núna komin búinn á botn-agrinni sinna stað og núna líka topp-agrinn. Og þetta heldur bara áfram kannski. Gringachu gæti ná Sushi hérna ef slóið fyrir í gegn. Assið! Var þetta mark? Ég held það. Ég held það nefnilega líka. Það er bara spurning hversu mörg. Hún komin 4 marks? 4 marks komin í hús á Gringachu. Og það bara æði. Það er mjög gott fyrir Kindred. Kemur stanniðina frá Aphelios. Burrito og Forfancy og reyna að taka niður Sarkjól. Samt að núna að brenna. Nær eitthvað að híla með últinu. En Sarkjól að elta og hlýtur að ná átáni hérna. Burrito reyndar. Það kemur kúið. Rétt svo. Burrito nú að reyna að lifa af henni. Að fara að deyja hérna í kjölfarið til að út að reynda að bjarga Forfancy og Sarkjól. Damage. Rælæs erfitt hérna. Hann completely bjargaði þessu fætið hana. Completely. Hann bara í rauninni solo-killaði Aphelios næstu því. Þetta var, já. Sophie aðeins að reyna núna aftur. Droppa Sú svolítið langt niður. Svo mikil skaði hérna. Hleypa og skemmta sér. Þetta hlýtur að svo leiðilegt. Hérna bara að fara í keirin ykkur rúkjarn hérna bara beinustu leið. Já. Ætla svo sannlega ekki að taka skada. Núna erum við að sjá grísinni vita að drekinn að fara að vera tekin hérna. Hvort að þeir að fara að svara eru ekki endilega með præja núna í mid né bot. Nei. Þetta hlýtur bara að vera dreki handæmi hérna. Og Rangumangu getur ekki gert mikið á meðan Koaru kannski að fara að detta niður í nær flassinu til að koma sér í burtu. Hann ekki búinn að deyja ennþá, en núna geti Óðinn Þór kannski verið tekinn af Gringachu og Burrito slóið ekki að fara að koma í gegn. Þarna kemur og Rangumangu að fara að nokka upp hérna og hann tekinn af Gringachu. Shutdown núna, þægilegt. Og meðan Sophie. Hendur undir turn, en hérna Koaru að fara að tekinn af brandúltinu. Risa skaði hérna gerast, hver að fara að detta niður, allir í liðinu og Erm svo lágir. Shutdown á Rangumangu og með sýnist Erm hafa unnið bardagan eða, já. Keilin með Olti. Come on, Gringachu! Það er mitt Koaru næstu dói þessu fæti, hann rétt svona tvölda á þessu tilbaka í hérna Kindred-oltið og lifði af út af því og minn sem fjökk kill. Þannig það er bara... Það standi sér ágætlega hérna miðað við counter matchupið. Núna gæti þetta verið beint í trapp hérna. Koaru ekki að fara að ná að bjarga turninu sín, held ég. Nei, Caitlyn 5-1, hún mjög sterk í þessum leik. Já, og að fara að vera lykil atriðina til að vinna. Sarkjól þarf að vera haldina lifandi. Og Steel Crusher líka hættulegur eins og Já, mjög. Það einmitt, hérna... Nei, þeir eru nýbúin að taka dragan. Já, tjók. Ekkert. Ég var ekki að fara að tala um dragan, hvernig hann var að fara að spána. Við erum að sjá loft. Sophie reyndar. Sophie og Rangumangu hérna komin líka Steel Crusher. Þetta hlýtur að vera mjög döð Sophie. Nær kannski eitthvað að dansa í burtu rétt svo lifandi. Algjöru taktar þetta Burrito komin á Koaru. Gæti þetta verið hérna Gringachu líka. Sarkjól rétt á komin samt. Og Rangumangu hoppar hérna á Sophie. Að fara að vera tekið niður hérna. Og hann Redemptionið komið að stað. Og Steel Crusher tekið niður. Sarkjól hérna reyna að gera svo mikið skada. Vá, hvað skaðinn frá Brandi mikill. Mínvæl hérna erum við að sjá Greyið Forfancy og reyna að taka hérna Óðinn niður. En nei, tekið niður í kjölfarið. Og núna erum við, já, þetta eru þá 2-1 í hag Erm. Já, Vóka sagði Sophie hílaði mikið. Alistar með Redemption? Já. Þetta eitthvað sem búið að vera tekið hérna í einhverjum af, já, eins og LCK og svoleiðis, þá eru tank supportar að taka eftir Redemption. Minnst það bara mjög flott. Hérna,
Ég líka sjálf búin að sjá það. Ég sé það mjög sjaldan í þessari deild. Já, nákvæmlega, mér finnst svo gott nefnilega. Við sjáum að Burrito er búin að vera að fylgjast með metaðinu, mennskasti. Já, ég að fylgjast með, ég held að það fekk nerf, en þetta ennþá bara svo gott, þetta hýlar útrúlega mikið og með fín stats bara. Burrito bara tekur því, why not? Hvað núna? Taka svolítið skada, 1-2 alltaf frá Brand mjög leiðilegt. Ég hérna með þó nokkuð mikið gull á sér. Caitlyn ekki með shutdown-legur. Já. Það hvarf. Erm eru núna búin að nálgast þá í gulli, eru núna 1600 eftir á. Já. Og erum að sjá aðal gullmunin hérna á milli Caitlyn og Aphelios, en annars staðar þetta frekar jafnt. Og það mitt, Kindred með 3 kills í early game getur verið mjög gott og við veitum ekki nákvæmlega hversu marg stacks, 5 stacks þannig. Gringatjú Burrito voru eitthvað að reyna að taka skellrúnu hérna, en sýnins svo grísin ætla að taka yfir svæðinu. Eða ekki. Heyrðu, þetta Cloud Soul, ég var að taka eftir því. Já, við vorum bæði með rangt fyrir okkur, leiðilegt. Allavega ekki Chemtech. Allavega ekki Chemtech, God bless. Sophie. Hvað ætla Sophie að gera? Eitthvað að reyna að gera ykkur skada en hann er ekki brúðstisand í burtu. Þetta gæti verið hættulegt ef Sophie næri ekki að komast út. Með 2 kannski uppi. Nei, ekki alveg strax. Samt þarf að hitta til að drepa Addison. Þú kannski bara detta niður. Sophie að sýna sig á Liljunni. Flott flash hérna frá Sophie. Hefði líklega stáið, hefði hún stegið í Morgana-allinu. Já, alveg klárlega rétt svo hérna að næra flassa úr því sem bjargaði henni alveg. En við erum að sjá núna... Ætlar og Rangumangu að taka hann Herald, núlega. Hún Skellrún. Já, Skellrún að vera tekin af Rangumangu. Quaru ætla kannski að gá að þessu? Nei, þeir ætla bara að gefa þetta. Þau veit alveg, það wardana. Verðt að taka eftir, Erm ekki búin að taka turna niður en það miðjuturnin farin hérna. Og báðir turnanir í botn og topp agreinni eru svolítið lágir. Svolítið mikið lágir. Burrito mætir súsina í reyverunni. Ótið að últa hérna. Burrito Sophie reyndar. Þetta eru 5 á móti 4 hérna, en hana kemur Quaru, samt fyrir aftan hérna, liðið sér svolítið. Þetta að vera kannski bara hérna, þeir eru svolítið óvissir hérna. Grísin bara að fara. Já, þeir ætla bara að gefa kannski drega. Nei, þeir sjá að þeir ætla að taka dregan hérna. Zeus mættur á blastplantið. Quaru á leiðinni, víst að fara að mæta Zeus sem komst ekki við vegginn. Þarna kemur samt og Rangumangu hendur inn í liðið. Þetta er svo mikil skaði hérna hjá honum Steel Crusher. En þess að Kindred alltaf svo stórt og að fara að vera kannski nótla að halda Burrito lifandi, rétt svo ekki. Aphelios svolítið. Það var það nótla að taka, já, Quaru og Borpancio hérna sprengja liðið bara Sarkjól og Zeus eftir. Og Quaru hérna flassar til að reyna að ná Sarkjól, en hann flassar á móti. Þetta lítur að vera loftur tekinn handa Erm. Bowling. Næstu. Þetta var frábært fight. Ég hélt að þetta væri að fara meira fyrir grísinir. En bara Brandoltið gerir svo mikið damage. Það gerir það. Oh my god. Ég vil sjá þessi damage stat hjá honum Brand eftir leikinn. Af því þetta er fáránlegt hvað hann er að gera mikið. En Aphelios-ultið alveg bjargaði þessu fæti. Já. Það var með bláa, ég veit ekki hvað allt þetta heitir, en það var með sem er bláa öppinni sem svona með meira AoE damage. Já. Það gerir svo mikið. Gringatjú líka náðu svolítið að halda öllum á lífi með þessu Kindred-ulti. Nákvæmlega. Kindred-ultið er einmitt mjög hjálplegt í þessum teamfights, sérstaklega þegar Brand er að ulta. Já. Það er svolítið svona eyðir tíma, Brand-ultið fer, gæti Quaru verið í smá báfa. Nei. Og Rangumangu nota bara rift Herald og Atakan. Ætlaðu að taka Atakan með þessu? Nei. Ég trú ekki. Þetta eru svolítið í flöskáls í Atakan pitinu. Ég held að. Fá samt bot-turret fyrir þetta. Já, eru svolítið ekki að fara að ná meira, trú ég. Eru svolítið eitthvað að leita hérna. Þeir ætla að byrja Atakan. Þetta gæti verið mjög vafasamt hjá þeim þar sem Atakan tekur niður öll statinu hjá þeim.
eru spottirnir að taka hann. Þeir þurfa að byrja að gera eitthvað í þessu. Þeir eru samt bara 3 þarna og bæði Lilja og Aphelios eru ekki Gæti verið. Þeir verða bara að gefa þetta. Þeir þóra sig ekki. Koro hoppar inn að reyna að stela, næri ekki rútið og stönd og tekið niður. Þetta á bara versta sem hefði getað gerst hérna. Þeir gefa hann og missa. Kvaró er því miður ekki með smætt. Nei. Þannig það er svolítið erfitt fyrir hann að prófa að stela það hana. En gott attempt, nonetheless. Sophie að taka tier 1 á meðan hérna og eru samt hérna kannski að fara að missa second tier tower hérna. Steel Crusher Burrito cleansa til að koma sér í burtu. Þetta gæti verið öll til að bjargunum. Þetta redemption svo aðeins að heala hann. Þetta svolítið erfitt. En þetta Susan að fara að vera tekið niður hérna af Kringachu og Sophie. Já. Þeir þurfa virkilega að koma núna í Forfancio líklegast að fara að tekið hérna. Steel Crusher. Frábært Q-þana frá Óðinn Þór. Já, 1 Q frá Óðinn. Þetta getur verið hættulegt. En það virkilega að byrja að passa því hérna. Það er að taka inn turretina. Ég held að geta það alveg. Já, Kvaró og Burrito eru ekki með allt til að stoppa. Hann kemur annað Q frá Óðinn Þór. Oh my god. Og Kvaró brennur bara niður. Þeir eru að fara að taka bara kannski allan leikinn. Hvar Kringachu og Sophie? Hann kemur Sophie en þeir tóku svo mikið í þessu eina pussi hérna. Þau fengur tier 2 topline. Það var ekki þess virði að missa botlane inhibitorinn. Þetta var mistök. Bowling. Þetta mistök frá Erm og grísirnir eru... What? Burti hérna. Ég að fara að koma til burti. Já, Sophie veit ekki af þessum. Og... Ættu að reyna að taka botlane turretina. Já. Líklegt að hún sé að reyna að gera það. Líka líklegt að Rangomango ætlar að stoppa það. Erm hérna eru ekki það eftir á í gulli einu sinni. Þetta bara, þeir mistu svolítið mikið hérna og núna pressan svolítið hart hérna í botn-akrininni. Líka að missa botlane inhib getur verið svo sárt, sérstaklega sem Baron að fara að spána hérna eftir 1.30. Já. Þeir geta nýtt sér það að það séu empowered eða superminions, þannig að botlane og bara tekið Baron. Þetta eitthvað sem Sophie samt tekur alveg skósverðina mjög hratt og næpt turni hérna. Það er rétt. Ég samt mjög mikilvæg í teamfightinu finnst mér, þar sem Aphelios ekki beint nú búin að damage. Þetta mjög dáinn Óðinn Þór hérna fundinn aleinn og einmanna í frumskóðinum hjá þeim og bara tekið niður fyrir frítt í raun. Sarkjól damage samt á Burrito. Byrjar að gera mjög mikinn skada. Kvaró hérna, please ekki á í raun. Þannig hann, veist að þeim. Ekki reyna að sína einhverja takta, ég veit þú vilt það. En ekki vera hetjan. Sophie hérna eitthvað að berjast núna við Rangomango. Að taka alveg mikinn skada. Hérna kemur Drowsy. Það nóg til að taka niður á Rangomango. Hann kemur Sterax í gegn. Hann kemur svo mikinn skadi og flass. Rangomango tekið niður. En þannig enginn á Rangomango í teamfight. Sarkjól tekið niður. Eitthvað fór úrskeiðis þarna sem hann var í framlínunni. Og þetta bara fínasta trade hérna. Já, ég myndi segja það. Í rauninni bara mjög gott trade. Sarkjól bara eitt helsta carry í þessum leik eins og koma með hérna 2 items næstum í 3 og að gera rosalega mikið damage. Aphelios hægt og rólega að catch up, byrjar að skila ef hann komin 25 mínútur inn í leikinn. Núna samt grísinir, þeir eru að ná í drega nr. 2 með að ná sín drega. Nei, beilar hann beilar. Kringachu leiðin hérna. Hann ekki með mikið hjálp þar sem hérna Kvaró eiginlega með Prio. Kvaró hérna komin, finnur og Rangomango. Ég ætla ekki að gera ómikið í spellimjún. Og Kvaró, passa sig hérna, Rangomango hoppaði samt inn óvart og að fara að taka smá damage Forfancio. Tekur hérna svolítið af Steel Crusher. Kvaró hoppar á Steel Crusher, að fara að vera nóg til að taka niður. Orðin mjög lár en ekki nóg. Sjáum hérna Kindred taka niður og Burrito hendur yfir til þeirra. Kringachu reyna að taka niður Rangomango Steel Crusher. Flassið frá Caitlyn. Ekki með vissin til þess að ulta, ekki haldið með ulta einu sinni. Þeir komast bara í burtu. Fá drega, núna komin á Soul Point hérna hjá Erm. Þeir eru klári núna að fara beinu sér leið á Baron bara og nýta sér það. Kannski þeir aðeins lágir. Þeir eru eitthvað að spá í það, mögulega. Það eru Sophie botlane. Steel Crusher mjög lár.
Minn stílkrassi vera svo mikilvæg partur í þessum teamfight. Gringachu að finna lyktina af þessu. Það samt að fara að vera nóg? Já, þeir sjá þetta. Sá flösku alveg í Baron-pitinu, 5.000 health. Koaru ætla kannski að hoppa yfir. Þetta getur verið mjög döður, einhver annar Óðinn Þór tekur niður Farfan CEO. Gringachu rétt svo lifandi, nær að stela Baron. Og þarna Orango Mango beint inn í þessu Kindred-ulti á meðan Koaru að ná double kill hérna. Saga Sophie mætt. Það gefur Saga Sophie að fara að ná einhverju allavega slípi á Orango Mango. Nær á alla! Og þetta getur verið pentakill handa Koaru hérna á LeBlanc. Nei, Sophie stelur því hérna quadra-kill. Ekkert penta handa Koaru hérna sem að sína æðislega takta á LeBlancinni. Wow! We doubted it. Þetta var bara mjög vel spilað hérna og því miður þá tóks Sophie óvart 1 kill. Ég held að Koaru sé nú ekkert grátandi yfir því. En hérna bara frábærlega að spila og eru alveg búin að snúða þennan leik við og eru núna komið með 5k gullít. Þeir eru að passa sig samt. Eru samt ekki að ná innhip hérna á millinu. Það getur verið svolítið hættulegt þar sem Óðinn Þór og stílkrasið eru mætt. En hérna þetta og stílið hjá Kindred. Úff! Mjög vel spilað fight hérna hjá Arm. Gringachu hérna halda svo í liðinu sinni lifandi hérna með últinu sinni á meðan Orango Mango tók svolítið mikið skaða. Þetta búið að vera vel spiluð teamfight hjá þeim hérna og grísinir þurfa núna að passa sig þar sem þeir eru komnir 6k eftir á. Þetta snýrist bara svona með einum Baron fight. Snýrist mjög mikið við. Ég eru samt ennþá alveg með hellingsskaða og ætti Koaru finnur rétt svo ekki Sarkil og það er svo mikið skaði, þarf varla að hitta neitt. Kemur hann að kú hérna, Burrito hoppar inn. Þeir eru ekki með nógu mikið skaði hérna, stílkrassi getur fundið eitthvað. Gringachu, já, nær að blokka. Og þetta var samt barrier notað hjá Sarkil. Já. Ég svona núna, já, Koaru byrjar að gera svolítið mikið skaða, með match-æstið eftir þennan. Komið 10 stacks sem mitt. Og Caitlyn er komið inn að 3 items. Það getur verið svolítið sárt. Það sem Caitlyn er ennþá svolítið stór carry. Og minnst Morgana verður rosalega crucial í þessum fight að ná þessi Q-picks. Ég meina þau fengu þennan inhib turret og inhibin botlane bara út af þessum frábærum Morgana Qs. Já. Þannig win-connið fyrir grísinu núna. Sophie. Ekkert blast til á Sophie, rétt svo ekki komið, hann allt liðið. Það fara að vera rétt svo uppi? Nei, stönnið. Kemur í gegn. En ég er svo mikið skam úti! Svona shutdown hérna, en á meðan erum við að sjá kannski smá í botnakrinni þar sem við erum að sjá smá push. Burrito og Farfan CEO eru að rotata hérna og gæti verið að Zeus að fara að vera tekið niður hérna af Koaru og Burrito. Það samt svolítið hægt fyrir sig. Að nýta sér Baroninn bara. Nýtir hann bara í burtu. Taka tier 2 hérna Orango Mango hoppar inn, en Koaru svolítið framarlega, kannski með 12 uppi bráðlega og ekkert ofrættur. Hann kemur Burrito með ræðislegt WQ. Hann stílkrassi að gera einhvern risa skada á Gringachu sem að tefa niður. En það engin dáinn ennþá og þessi bardagi. Sarkjól! Oh my god! Koaru rétt svona ekki að taka niður Sarkjól. Það að vera no Blackfire touch? Nei, hann klóninn hoppaður. Bara ignited by the way, stílkrassi ignita. Hann kemur satt. Tekur rétt svo ekki niður. Hvenær gerir Caitlyn ulti damage by the way? Just saying. Það gerir stundum. Sem Caitlyn spilari mjög lengi. Þú fær bara damage og Caitlyn ulti með lethality buildið sem þú veist hver einn sem fer að lethality build 2005. Það bara varla neitt. Og þetta alveg risa. Þetta sá jafn leikur samt. Þetta gæti snúist í hendunar og grísunum bara hvena sem hérna. Með einum teamfight eða einum Morgana Qi. En þetta Soul. Þetta Soul fyrir Arm. Orango Mango þarf að reyna að hoppa inn og stela. Já, Óðinn Þór þarf að leita okkur Sophie hérna í baklínunni hérna. Orango Mango risa! Öll frá Sophie hérna kemur risa að fylgja og það tekur allan niður hjá þeim. Koaru tekur double kill og þetta allt liðið fyrir utan Zeus. Teknir niður með fallegu blasku eftir frá Sophie. Oh my god, þetta bara leikur held ég. Þetta
erfitt að komast frá núna. Grísirnir missa lítið sitt og hljóta að vera að hamra niður í þetta turnana til að enda. Og þetta fallega spila teamfight hérna til að enda. Þetta var beautiful flashina frá Sophie. Oh my god. Zeus einn eftir Koaro reyna að taka niður en það ekki að vera nóg. Og þeir eru sáttir hérna með þessa seinustu leiki. Þetta var geggjaður leikur. Alveg, þetta ein leið til að enda groups og bara æðislegt að sjá með svona góða leiki. Sophie allt aftur. Já, það var að klippa þetta Sophie allt. Þetta var alveg klikkað. Beautiful. Og í rauninni, sko þessi leikur var eiginlega allan tíman bara svona grísirnir favored en snúðu svo alveg við. Aðalega eftir Baron-fætið, Kindred-stílið og en hver myndir þú segja var MVP? Sko, þetta erfitt, sérstaklega sko með ég held að Sophie var náttúrulega með þetta flotta veldan í endanum en mér fannst Koaro sína alveg æðislega takt á þessu LeBlanc þrátt fyrir að vera counterpicked. Þó aldrei ég sammála. Bara hélt sér lifandi þangað til allt í einu kom einhver 2-3 items sprengdi bara upp þá sem þurfti að vera sprengdir og einhvern veginn náður að törna fætinu svolítið. Þetta samt erfitt val á milli Sophie og líka Kindred stílið á Baron, það var risa. Já, mennst Koaro var mjög impressive einmitt miðað við að þetta var counterpick. Já. Og mér fannst samt Sophie vera meira svona hún gerði svo mikið fannst mér, hún tók til dæmis þegar við fengum innum turret í botlane, hún fór pushaði botlane og fekk turret þar meðan hún svona macro-wise vera með meira impact en Koaro. Já, ég held ég verið að vera samlað þar, þetta var svolítið svona bara, maður var alltaf að sjá Sophie draga einhverja pressu og fólk koma og stríða einhverjum spilurum sem mættu til hennar botlane eða toplane þannig, og þetta allt Jesús! Þetta var klikkað. Í Baron-fætinu líka, hún náði bowling ball á tveimur. Það var æðislegt. Þannig ég myndi segja Sophie. Þá það að fara að vera Sophie MVP að þessum leik. En við ætlum aðeins að kíkja þá í scoreboard. Spennó! Þetta þá líklega seinasta staðan hérna. Nei! Og mér sýnist að komið í play-off samkvæmt tölum hér. Þetta reyndar jafntefli. Já, en vann Jötun og þess vegna hettið að fara að ráða þessu. Og þetta þá Miracle Run hjá Vá! Alveg klikkaður vel leikur. Gert. Og þá, við erum búin að sjá svolítið breytingar í fyrstu 3 sætunum, svolítið eins og við tölum Whiskey töpuðu bæði Dusty og Fenrir leiknum. Þeir eru dottnir af stólnum sínum, komnir í 3. sæti. Dusty komin í 1. sæti með 12 wins og 1 loss. Og þetta 1 loss á móti Cabo. En, já, þannig við erum einmitt að fara að sjá þessi top 8 lið í playoffs. Það að segja Dusty, Fenrir, Whiskey, ATD, Cool Beans Team, What About Me, Cabo og Já. Því miður detta Jötun, Inappropriate Inc, Grísinir, League of Ljósleiðurinn, Taekwondo og Fimm í fötu út. Mjög skemmtilega leikir hjá þeim og bara takk fyrir að taka þátt. Og ég mjög spennt að sjá þessi lið bara koma og keppa aftur og æfa og sýna sig og Að klifra upp stigan í nákvæmlega, þetta bara byrjunin. Það náttúrulega bara fyrsta deildin hjá okkur, þannig Sér líka að Taekwondo fekk sitt, fekk vinn í lokin, þeir voru svolítið að ströggla, voru ekki að vinna neitt, fá eitt sigur sem mjög gott að fá á borðið. Sko. Og það geggjað. Já. Það geggjað. En já, ég mjög spenntur að sjá hvernig þetta verður í bracket sem hefst í næstu viku.
þetta verður þá, ég veit ekki hvaða leikur verður sýndur. Nei, við hefum eftir að skoða það, við hefum eftir að raða í brackets betur, þannig að það verður bara annonsað á Discord hjá okkur, þannig þið með fylgjast með þar. Já. Og já, ég bara geggjaði leikir í kvöld, smá tæknilega erfiðleikar en það leystist allt. Já. En já, þetta var bara geggjað. Vilt þú enda? Já, takk kærlega fyrir horfa á þessa 4 leiki með okkur hérna í Super Week og endilega komum við og horfið á byrjun á playoffs næsta miðvikudag.